4, það föstudagurinn 2. desember, gleðan desember er gott fólk og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti eftir, smá frí, 2 vegna frí og kem endur nærður frá Flórida. Við erum ekki með fullan bát í dag, fyrirliðin hann er á sínum stað, Egill Einarsson, verður velkominn. Sætlutu og svo erum við með rándýran gestastjórnanda, oft kallar the bad boy of Blöð, Hjöppi K, verður velkominn. Já, takk. Bad boy of Blöð. Já, hann var svona ef að FN 95 Blöð var að boyband þá var hann svona okkar AJ, alltaf svona eitthvað smá vesen á honum þannig að steindist allir í Berlín og vonandi er kósi í honum. Já, alltaf vona. Það ekki, það er frí, ég er ballösi í Berlín. Já, með koninni, sýtur að vera á Ísla. Sýtur að vera sko. En hvernig hefur Hjöppi það? Við byrjum bara á Nei, mér langar bara þakku fyrir frábæran þátt. Þetta er ríkala flottu þáttu í okkur allar fyrsta. Já, takk fyrir það. Það ekki? Það er illa gaman að þessu og Já, gaman að heyra. Það er ríkala gaman að hlusta á okkur og þetta er bara flottu þáttur og ég held að megi vera ríkala ánæði með það. Takk fyrir það. Við erum ruglaðir. Já, þetta er bara búið að flottu þáttur og maður er alltaf gaman að þessu bulli. Já, það er falleg orð. Gott að byrja þáttinu á rósi sko. Og svona hávítamini. Ég fíla það. Mikilvægsta vítamini sko. Já, ég er líka bara svo feinar og komin hérna aftur. Já, þú varst þarna í Flórida. Já. Flórida Blöð 15 tímar á helvíti kallar flugförina heim. Já, það er mesta viðbjóður sem ég tekið þátt í og ég er ekki eins og að grínast. En endur nærður í dag. Þetta tók svona 3-4 daga að jafna sig á ferðalaginu. Já. En þú veist svo sá ég varst farin andan til Tampa með brúni og var það bara kertalós og kynlíf og kósi. Nei, það var Skari og náttúrulega Telma með og hittu við vinnafólk þeirra. Nei, það var tekið skrall þar á Edition og farið í casino eitthvað. Og notið. Já, það var veisla maður, tengd með börnin og allt upp á 10. Lett svona brosferð. Já, aðeins að svona kúplas út. Já, ég menna myndirnar af Rúrik í Tampa Edition voru glæsilegar. Já, það var ekki alveg flott stóri hjá mér kannski frá Tampa. Það var ekki svipari mynd og hann tók hann að Nei, ég dyrka Rúrik og hann er góð vinnur okkar en ég er ekki að lappa niður stiga og láta mynda það sko. Ég er bara á öðrum stað þegar ég er að djama hana. Hann er samt að vinna við þetta sko, taka sexy footage sko. Dæmið það ekki. En það var rosa skrítið ef ég myndi vera að setja á Instagram mig að lappa niður stiga, ekki geti ég sveifla hárinu eins og hann gerði. Nei, og það geti ekki Jackson. Hvað gastu gert á Florida? Hvað gastu gert? Vistu eitthvað að garða eða er hún litli til þess að vera? Það er hún litli til þess en við vorum bara, við náðum að lauma okkur nokkuð í golfi á Skari og svo bara verið í lauginni og horfa á HM og NFL og NBA. Þetta er, þú hefur verið í þessu húsi, sama húsi og ég eða ekki? Heldur betur. Þetta er bara veistla. Já, ég ætla að fara hana. Þú veist, já, ég var einmitt að Þetta er geggja sko. Að rifja upp morgun að ég náttúrulega búin að hlusta svo mikið á okkur núna í mörg ár og sko, hvernig má maður hlæja og hvernig má maður ekki hlæja því ég hef náttúrulega verið að reykast á það að Gilsarinn ofti gera grína hárinu á blöðurinn og maður svona veit ekki alveg hvort að maður eigi að maður bara einhvern veginn ég bara svona strengistundu sko afsækja triggervarning en bara ég veit ekki hvort ég meiki að hlæja því það er bara ángríns bara bottom of your heart því mér eru alltaf langa að vita þetta pirrar þetta þú veist þetta á skellslóttur Nei, það er löngu dött en ég get alveg staðfest að það pirraði mig fyrsta árið alveg 100%. Nei, af því að þú veist ég var hjá Þoppa í morgun hérna Reykjavík her og þú veist ég er alltaf með svona 1 dekurdag svona 2 vegna fresti sem ég bara hendi hann 200 kalli lokaði stofunni, degrum aðeins um mig fór hann í einhverja djúpnæringu og þú veist hárið mitt er bara mjög stór hluti af mínu brandi er hárið á hann ógeðslega bara ég var bara að hugsa þetta í morgun og blöðurinn er ekki með hár það er svo stór hluti af mínu brandi ég var bara að láta djúpnæra en það er orðið stór hluti af mínu brandi að vera ekki með hár það er út í það þegar þú segir það þú veist að þetta pirrar ekki neitt nei, en ég myndi aldrei geta logið því þetta var aldrei pirrað mig og ég sagði oft þetta pirrað mig fyrsta árið á miklu meira, þetta byrjaði með alveg svona 3 ár þetta tryggra mig alveg stundu þegar Egill byrja ekki að grína þessu þá var ég bara, ok, er þetta í lagi er þetta ekki í lagi þetta kallast bald shaming en máli er að ég er búin að look it up, það er til eitthvað sem heitir bald shaming sem er bara ekki gott en Blöð var bara, Blöð með hár mitt faglega mat hann er, veist, hann var með bollukinnar og hár og nú er hann, veist, allt í hennu komin í álur stand og sköllóttu og fyrir hann miklu betur mér finnst nefnilega allar þessar sko, sköllóttu fyrirmyndir sem íslenski kallmenn á átt það var alltaf skila því að vera í standi og vera flottir Ómar Ragnarsson
Arnar Björnsson og Blöðarinn Og Jókunni Getar hann seinna hann var náttúrulega með flott hár bara til 33 fyrra Bubbi og Egil Ólafs allir þessi gaurar bara Arna flottir Gullaugs og þeir eru allir flottir saman hvort ég sé þetta Ómar Ragnarsson, Arnar Björnsson eða Auðun Blöndal allir þessi gæjar eru ógeðslega flottir hugsa bara vel sig það er bara þannig þannig þá búið að svara þessu Já, en það sem ég dýrka mest við þetta er að mennirni sko þegar mér leið vest með þetta það er, ok, ég myndi segja að það verið svona ári kannski hálf ári eftir ég snóðaði með eitthvað þá leiði mér svona vest með það in denial smá eða eitthvað Nei, þá er ég búinn að snóða, ég er búinn að raka með sköllóttan en, veist, það pirraði mig samt alveg ennþá í svona ár, 2 ár þegar að vera að gera grína en langvesti tímin er þegar ég var að fel þetta en það sem ég dyrka í dag er what comes around goes around því að þeir sem gerðu langmest grína mér voru þeir sem voru mest í kringum og það voru Sveppi og Eiður það er ekki hægt að segja að hárið sé þeirra trademark í dag þannig að það er þeir fengu það svolítið í smetti sko þeir eru báður ennþá með hár en það er ekki eins og þeir séu að henda einhverjum 200 kall í einhvern degudag og láta leika við hára á sér Meina við endum allir sköllóttir sko Meina ég og Hjöppi við sko ég ætla ekki að vera leiðilega Hjöppi við endum sköllóttir sko en þá getum við fættið Tyrkland sett 3 M á borðið og lífið er leist Nei, það enda ekki allir sköllóttir Já það ekki Meina finnst alltaf aldrin Þú sé einhver 100 ára gæði með þykkt hára Það var það fyrsta sem ég myndi gera Ég myndi sjá hvað þinnast Ég fara beint í Tyrkland bara Istanbul bara hvað vil ég þessi lengi Það er líka sko þú átt að gera það þegar þú sér þetta ég er hún alltaf sein basically að því að þetta er svo mikið en hefði ég gert þetta með 2006 þá hefði þetta bergið þessu en ekki það ég sér þetta Ertu að rakka skallan sjálfur eða Já þetta er En okkur því ykkur lágsum og skafar það kannski ekki nennir eða svona mikið vesen Ég á öruglega eftir að enda þar ég bara nenni ekki Ég segi þetta vesen sko Já enda með Þú ert alltaf með svona sexy brotta svona á hliðunum og aðeins svona Því að ég manna Sétt ég strax með að sjá eftir að bóðið Nei Ómi Ragg Ég manna Ómi Ragg var oft annir líka Já Ómi Ragg allar á það Já þeir eru bara að fela það leiki Hann er oft bara með svona að þjóð með töff í hliðunum Já Ég er með svona, hvað kallast þetta, kraga Smá kraga En margir minni bestu vinnum hafa farið til Tyrklands og skellt nokkur M á borðið Þetta er bara ótrúlega þessi tækni í dag Já, það er bara Og maður verður að einhvern tímann Ég dæmi það ekki, þó ég nefnir ekki sjálfur En hvað er annars, nú ertu, það er langt sér nú komið upp Það er orðið 1-2 ár síðan eða eitthvað Er ekki bara allt upp á 10? Hef ég komið eftir COVID? Er það? Ég held ekki Ég þarf að skoða Ég held að allt punta hjá sér sko Dóttur fútboll á bara blúsandi siglingu og allir feskir eða ekki? Jú, ég hef reyndið að búin að eldast alveg rosalega á þessu COVID-kjaftaði sko bara við það að vera grándaður það bara það ferðir ekki Ég er svona 12 árum eldri í dag en fyrir svona 3 árum Það var bara, þetta tók mig gjössanlega og barði mig í jörðina sko. Það var fleiri sko Ég aldrei fólki verða að standa eftir eitthvað tímabili svo COVID Nei, en það sem ég verði að rósa Hjöppi var einn af þeim og er ennþá einn af þeim sem vil meinandi sér ekki búið Þannig að þú hefur alltaf farið varlega og svona tala fyrir því Já, ég var með gert það sko. En þetta tók að með djammið Þetta bara tók að með djammið Ég ætlaði að fórum daginn og ætlaði svo að fara eitthvað og keyra þetta vel í gang Var með gilsránum út að geta Ég var farin heim sko, hvað var 11:30 Og kennur þú COVID það? Ég meina ég gat alveg keyrt þetta áfram til 4-5 2019 sko Fyrir COVID Já, það var oft sem ég var bara COVID róðaðan rosalega sko Ég meina, það var oft sem ég lendi í því kannski bara klokkan 3 nóttina bara Hvar er ég? Hver er ég? Hvað er í gangi? Þú veist ekki hvað er í gangi Það eru mörg ár síðan ég lendi í því núna Ég sakna 3 ár Það gæti ekki það í kvöld Þú ert nú í jakkafutum hérna og aðeins betur klæddur Það er engar líkur að þið takja það í kvöld Hjöppi var í afmælistáttunum 12. nóvember 2021 þar sem hann keppti við Mushroom í King of the Decade Já, ok Þannig að það er nú ekki talað King eða fyrir King of Traveling og tók það og Mushroom vann hann 7-5 Þannig að ég skoða dagskona Þannig að svolítið síðan að var hérna, klárt Já, rúmt ár En já, þetta er Þetta er magna helviti maður er þá að díla við þetta COVID Nei, hvað er þetta? Það er enginn að díla Eftirkosta af þessu Nei En er þið konið jólagýr? Hvernig er þið búin að skreita heima? Ég var í jólapeysu í sportinu dag Já, ég sá það mitt Hressu engaþjálfararnir mætti allir í jólapeysum Þú reyndar að sagði mig fyrir einhverjum 10 ára síðan og þau staðið við það Þú þólir ekki jólinn sem að mér alltaf finnst svolítið skrýti Og ég veinu svona ævinni vorkend fullorðnum manni og það var Blöðarinn svona 36 ára ballaus talandum hann hlakkaði til jólan Þá var ég bara eitthvað svona Hvað ætti sé að þessum gæja bara sko eldgamall
Og ég var bara einhvern veginn, hvernig getur ykkur þrjá ef ég væri ekki með krakka þá myndi ég bara cancela jólunum. Nei, til hvers? Hvað ég veit ekki, ég hef alltaf hlakað til Jólabarn og ammælisbarn, það er bara Það, ég meina bara vera með, þú þarf ekki eiga börn til þess að hafa gaman að vera í kringu fjölskylduna en á Hvað var svona gaman í kringu fjölskylduna? Það, ég veit ekki, bara eitthvað að spila og hafa kósi Ég myndi cancela jólunum á nú leitni, bara spara. Sko ég hef aldrei Er þetta eitthvað kópavóksdæmi? Nenni hvorur ykkur jólunum? Ég veit ekki, ég bara aldrei, þú veist Það er bara eitthvað, þú veist, jólalögin allir 90% með álfuru viðbjóður, sko Já, þú ert ekki að fíla jólunum Og það er allir að drífa sig og flauta okkur annar allt í ykkur paniki sem ég bara Þetta er viðbjóður Var einhvern tíman, þú komst í baugakurinn hjá mér var einhvern tíman eitthvað inn í íbúðinu sem myndi á jóli? Nei Aldrei. Og ekki heldur í agli þó ég hef búið eitt, ég reyndi að skreita eitthvað það var sorglegt, en það var eitthvað smá jólaskreit. En mér finnst bara einhver alveg hreinrættu bilu við einhver fullorinn maður með engin börn elski jólin. Já. En ég veit ekki núna, þetta er góð punktur á Hjöppi eftir að Gristlíkandi mættu. Já. Þá er það ég segir ekki Rikki G, ég skreit ekki í október, sko. Nei. Ég er ekki fárveikur, sko, en það er aðeins meiri jólagýr, sko. Já, ég nefnilega, hann dettur inn hjá mér svona þegar DS byrjar, ég sveimur það. Ég fíla jólin. Sko, eina sem ég myndi aldrei gera væri að vera eitthvað stöður úti í útlöndum á aðfangadag. Af því mér finnst aðfangadagur geggjaður, jóladagur allt í lagi og annar í jólum geðveikur. Sjónvarpsdagskráin, pílukastið og allt þetta sem er í gangi í jólin. Ég elska þetta og fótboltan. En svo leið og kemur sko 7. janúar Let's get the hell out of here. Og hann er ekki verið að klaka Nei. Ég nefnilega var eins og þú en svo tók ég tenu jólinni fyrir einhverjum 2-3 mánu síðan mér fannst það bara illa Það er ekki sjens í helvíti. Já, ég var 27. út síðast. Þannig að við tók jólina heima og síðan drullaði mér út. Basically fóst út á besta degi. En það var ekki búið upp á 27. flugi, sko. Annars ég alltaf tekið Boxing Day og svo beint upp í vel, sko. Já. Þannig að er Boxing Day mökk hjá okkur þetta árið? Já, það verður bara að halda áfram. Jú, við verðum ekki að brjóta jólahefðir. Falleg jólahefði hjá hópnum. Þessi menn hittast núna 11 og bar voru fullir til klukkan 2 um nóttina. Frábær jólahefð. Að tapa pening á fótboltaleiki. Við verðum að minna á ballið. Við erum með ball, jólaball í Sjallanum núna 17. des og sko þetta er ekki spurning hvenar ekki hvort heldur hvenar það verður uppselt og það er eiginlega, við myndum aldrei segja þetta, það er svo ekki, það verður hallæslegt en það verður uppselt á þetta. Ég veit að margir hugsa núna þetta er svona Jón Gunnar Gerdal plöggtaktík, það er alltaf að vera klart, það verður að búið, allt þetta. En þetta er, staðan er bara þannig að þú veist að selst 100% upp sko og það er ekki miðasala við hurð, þannig að því er ekki að töða í blöðunum eða stóra eða Tix.is, það var uppselt í forsölu síðast og þá gerist það einhverju 3 dögum fyrir ball. Þetta fyrir miklu hraðar af stað núna þannig að við getum eiginlega, já, bara ég nánast sverða að það verður uppselt. Háum í gangi? Já. Hvenær farið þið til Katar? 17, já. Hvenær farið þið til Katar? Ég myndi ekki láta sjá mig þar. Þú ert að fara 16. Er það ekki að fara það? Nei. What? Hvenær er það monta? Er það ekki að fara það? Nei, við erum á lagur, við erum með að ball. We're getting ready for the ball, Cinderella. Ok. Hvernig verður þú? Cool story, bro. Þetta er ég að fara til Haldið að verðum tíðan aftur HM í sjónandi hita í desember? Nei. Þetta er once in a lifetime. En þetta er nú ekki þægilegsta ferðalagi til að taka? Jó, first class, þá er þetta nú nokkuð þægilegt. Er þetta bara að fljúga first class? Nei, ég ger ráð fyrir, já. Og hvernig ferðu þið? Bara á first daginn eftir 2 vikur. Og hvað verður lengi? Ég ætla að vera 4-5 daga. Og þú ferð 16. og tekur úrslitaleikin sem er hérna á sundunum. Já, þú ert að fara úrslitaleikin á hann? Já. Ok. Við erum funnir hérna. Hvaða lið viltu sjá þarna þegar þú ert í stúkunni? Ég var til að sjá Spán Brasilíu. Spán Brasilíu? Og þannig að það getur væntanlega gerst. Ég spyr alla sem koma hérna hverju vinna HM og ég kann bara einfalt svar. Brasil. Þá þú sagði saman Mushroom. Nú er ég að fara að bet the farm á Brasil og þessu þegar bæði Mushroom og Hjöppi segja að Brasil og þessu. Djúvel var ég til að sjá mína menn í Englandi taka þetta. Já, en Brasil er að fara að mæta Argentínu í undanúrslitum. Það verður rosalegur. Ég meina Brasilia eiga gefinsleið í úrslitaleikin þegar Mexiko, nei hérna Ástralíu þegar ekki og... Nei Argentína? Argentína, já, Mexiko. Nei, Ástralíu. Argentína, Ástralía. Já. Og svo mæta þær Holland eða Bandaríkjum. Það er ekkert gefið, það er Holland. Það er eiginlega gefið. Ok, Brasil fær... Segir alltaf Brasil. Já. Þeir fá hérna annarsæti sem reyðið, fá Uruguay. Og svo í áttalúrslit fá Króatíu og Japan. Já, ok. Er þeim með erfæri rúnd?
Fokkar ekkert í Japan sko. Þetta easy Býtu rútur. hvort liði fara England? England, ef þeir vinna Senegal sem þeir gera, þá mæta það Frakklandi því að Frakkar vinna Pólverja. Ok, og segjum svo England-Frakkland Hverjir fá þá í þá undanúrslitum? Þá er það England-Frakkland á móti Spáni eða Portugal. Já, ok Alveg leikir þetta eftir norsk Við tökum þetta bara Riði okkur félagunum eftir AK Já, ég ætla að byrja í 25 gráðum í Við bara Katar. klárum ballið í sjálfanum En og svo er bara tenging í hátteginu Þannig ég sé ykkur ekki í sandinu með það. Nei, þú sér okkur ekki í sandinu En við erum með svaðalega þátt fyrir ykkur í dag Kæru hlustendur, þekkið ekki er á sínum stað Og ég hlakka pínu til persónulega að henda drengjunum í þekkið ekki Hvað er þið búin að þekkjast lengi? Þetta er lengi sko. Svona heldur lengi. Hvenær kynnist þið? 6, 7, 8 En svona mest í MK. MK Hvað All 5 years of college. Frá 90 Svona mestu fór 96 og upp úr Ok, svo erum við með spurningkeppni Gilsannars, hvað erum við að vinna með þar? Sko, ég er alltaf að tengja þetta við eitthvað shit sem er í gangi Já Og málið er að þú ert svolítið boss of Blöðkastið og boss of FNÍ fyrir blöð Ég og Steindi eru svolítið couple of clowns, er það ekki? Ok Þannig að þú ert basically the boss Og Hjöppi er svolítið í sömu stöðu Hann er the boss og hann er doc, skilur Hann er sko að gæja sér þetta inn Ég menn okkur að segja það ekki, ég er blöð Hann er þetta málið bara King of being boss of the show Er konceptið Ok Hver er betri? Já, ég ætla að henda ykkur líka í topp 3 Við erum með stjórnlega staðarendir, hvor ykkar og fleira Þannig að það er, ég bara nógum að vera Og ég veit, nú er ég ekki íkja þetta Það sendur mér svona 30-40 manns á Instagram Hvort það brjátbyrgir á línunni En það er bara, ég er búin að týna númurinn hans Og það er ekkert að ná á honum Stóra vandamáli er það að Sko fyrir COVID var maður alltaf umgangast alls konar öla sem að gaf manni en inspiration En í dag er ég bara með einhverja billionaires í kringum mig og ég fæ aldrei neitt fyndið í hendina lengur sko. Þannig að þú færði ekki lengur það material fyrir Nei, bara ekki neitt sko. Það er engin svona einhver meistari að segja mér eitthvað fyndið í dag Nei, King Hötti var næst ég búin að reisjóða mig á Twitter hann setti mynda hann með rettuna Hefur hann haft samband við þig? Nú er sko Bjartbreki myndin sem er basically tekin í einhverju brýri bara fyrir 10 ára síðan Þurfum að setja inn á vísi Það var starfsmaður FM sem gerði þetta Já, og þannig að hann setja bara þessa mynd En hefur gaurinn haft samband við þig? Hann hefur haft samband við mig og Gæti verið sko Hann er vel reiður í Færeyjum sko Já, bara eitthvað að nota andlitið á honum eitthvað bara eitthvað mynd tekir á hann á tjamminu með rettu og allt inn og hann orðið andlit Svara því gæði síðið síðið sko Já, en þannig að já, hann hefur haft samband Já, geti verið, en þetta var starfsmaður FM sem að bera ábyrgð á þessu En það eru Hjöppi Það var svona búið að reka hans starfsmann Er hann farin eða? Var þetta Heiðar Röstmann? Það lítur að vera Ísmenn Þetta var Heiðar Röstmann Ísmenn Klínus og Heiðargrið En sko, ég var að hugsa þér á hvaða lægi ég að opna þáttun í dag Svo ekki að Hjöppi er að koma Hvað er upp á slægjans Hjöppa? Hvaða lag tengi ég við Hjörvar Hafleðarsson? Það kom eiginlega bara eitt lag til greina Já Og þetta er lag sem að þú baðst mig að spila svona 20-30 sinnum Þú varst að hlusta á leiðinu til upp á Skaga Já Það er Wet as Pussy Bað ég þetta? Þetta er svolítið þitt lag Ok, takk Það held ég þeirra að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 Okkar besti maður Steindi Junior er stattur í Berlín og sendur við kveðjur þangað En lengar áhyggjur því að það er góðu vinnu þáttanir sem að situr í hans sæti Það er hann Hjöppi Og drengir, ég er að spája Hjöpsinnegarinn Við erum að spája ég er að spája ykkur í slúður Geðveikt Það ekki, allir peppaði fyrir því Já Er ykkur að skýta á sig? Nei, en ég var sko, ég ætla að byrja á íslensku slúðri Það er alltaf gaman að rata eftir inn Rúrik krefst miljóna vegna þáttökunar í Let's Dance Já, við þurfum skýslu þarna Þetta er eiginlega þetta öskrar á álveru skýslu Já, Rúrik vil meina Kristófan skuldi sér 45.000 eurur eða 7 milljónir króna vegna þáttöku sinnar í raunveruleika þættinum Let's Dance í Þýskalandi Og sem hann vann? Já Og sko, var þetta Býtu, var það ekki Dancing with the Stars? Jó, það ekki? Já Sko, Let's Dance Já, er þetta eitthvað annað? Nei, ég meina, heitir þetta ekki bara Let's Dance? Þú veist, Já, Dancing with the Stars, Let's Dance Þetta er þátturinn sem að vann Býtu, hann vann þáttinn og
og átt að fá þetta alveg cash fyrir það að vinna þetta, pakka það saman. Og þetta að fara eitthvað fyrir dómstól Það skrítið samt að þjóðverinn að nóg til að þetta mjög óþýst. Já. Það var alveg að borga þig bara reikninga. Rúrik var stattur á Miami þegar það var reynd að ná á honum. Það kemur óvart. Við sittum hérna ferstuðir í FM 957 stúdíónu í myrkrinu, þá var hann á Miami. Þurfu ekki að bóka niður bara í spjall? Já, við meðlega bara fá hann í blökkasti og ræða þetta við hann. Þeir vilja meina að hann hafi ekki staðið við auglýsingasamning. Ég sko, ef að það þau vilja meina hann ekki vera að dælin á Instagram sem er mjög skrítið því ég sá ekki annað en þess að keppna á Instagram hennas. Ég var að horfa á þetta. Já, þú horfður úrslitin. Já, föstuskvöldin var ég að horfa á þetta. Já, þú varst náttúrulega með 1000 sjónvarpsstöðvar, sagði mér aðan. Nei, en hérna, já. En meina, hvar varst að horfa á þetta? Hjá frænda mínum. Já, ok. Hann heitir Sigurður. Fórstu hindi frændi þess að horfa á? Sigurður. Sigurður Getur Ólafsson. Sigurður Jónsson. Ok. Þannig að það er algjör meistari. Það er einhver álur mansion í Garðabæ, svo kongur. Rétt. En sko málega þetta Rúrik. Það eitt sem ég veit, ég er búin stótið influencer og þessi gæðir að geta en professional. Ef þú bókar hann og segir Hjöppisauður, ég með derhúfur, Hjöpsunaukur derhúfurina. Hann er ekkert að klikka á að taka Hjöpsunaukur derhúfurinn einn sko. Gæðin er a professional. Þannig að I call bullshit. Já, þetta getur ekki tengst Instagramina sko, því að hann var allt málað. Já, ég held að Rúrik sé með að neglu það. Open and shut case, þess að kalla það. Já, ég held það líka. Mér kemur mjög orðið að líka þjóðverinn enn að standa ykkur svona. Er kastið eitthvað að minka á þjóðverðina? Nei, er ekki nóg til alltaf það. Inflation, 12% verðbólga núna, ég veit ekki. Þínir menn farnir að HM, hjöpið þá, skellur. Bara fínt. Já, alltaf haldið með Þýskalandi. Gott á, segirðu. Herru, ég tók eitt rosalegt slúður fyrir þig hérna, Egill. Því að Sylvester Stallone hann var í viðtala á dögunum og þar hann var hjá The Jonathan Ross Show sem er skemmtilegur í Bretlandi og þar fóruður yfir his feud við Arnold Schwarzenegger. Já, það var alveg celebrity beef. Já, þetta var celebrity beef sem var in the 80s and 90s og þetta er mjög skemmtilegt. Ég var bara til að sjá spjallið en þar fór hann yfir að þeir hötuðu hvern annan og bara alvöru hatur, sagði hann. Þeir bara þoldi ekki hvern annan og þú náttúrulega þið vitið þetta potið en kannski ekki hlustendur en hann sagði góða sögu frá því að Arnold Schwarzenegger náð honum einu sinni og hann sagði að þó þið verið bestu vinnir í dag þá pyrri þetta hann ennþá. Fór niður að hvernig hann Já, hann fór yfir að Arnold Schwarzenegger passaði þess að því að setja út sögu og leta berast allt Hollywood að hann yrði að fá hlutverkið í Stop or My Mom Will Shoot en hann var búin að lesa handritið Arnold Schwarzenegger og fannst það viðbjöður en hann vissi að hann var að tjekka því hann vildi meina Stallone og þeir væri að berjast sömu hlutverk alltaf og sömu handrit þannig að hann vildi tjekka hvort að Sylvester Stallone myndi ganga í gildruna að reyna að ná Stop or My Mom Will Shoot. Þetta er uppáðast mynd í dagirinn, ok? Hún er viðbjöður. Þetta er lægsta einhverna sem hafa vært með Rotten Tomatoes. En svo hló Stallone á því og sagði, herru, ég labbaði í gildruna, sagði við umbóðsmann minn, herru, þú verður að tryggja mér hlutverkið í Stop or My Mom Will Shoot. Þannig að Arnold náði honum og hann fekk hlutverkið og eins og hérna stendur, hún er með 18 á Rotten Tomatoes sem er að lélegasta held ég í sögunni. En sko í bókinni sinni, hérna Arnold, hérna bókinnans Total Recall heitur hún, sem er minningar hérna Schwarzeneggers, og sér hann að vera með Stallone og heilanum, var að setja út á hvernig hann væri vaksinn, talandum að hann væri ekkert samræmi í líkamannum og hann hérna slæn á honum vist í myndinni hérna Demolition Man þegar hann er að keyra í löggubílnum með Sandra Bullock og segir að þau séu á leiðinni hérna á hérna, Sandra Bullock segir við hann að þau séu á leiðinni á the Arnold Schwarzenegger Presidential Library þá er Arnold Schwarzenegger fórseta bókastafni og þá bara segir hann eitthvað get me back to the fridge hann bara, he's president now þessi að það finna þér Demolition Man var með helviti mikið rétt og horror í dag til dæmis iPad og face-to-face spjall þetta er löngu áður en að iPhone kom og það er svo margt sem Demolition Man var sem er í gangi í dag sem er fucking amazing en þetta var hlegið að því Arnold erði fórsetið en sem var hann governor sem er svona helviti næst í bæri við sko en segja líka svo í Twins munið að Arnold var að labba eftir gödunni stoppur sér plaggat af Rambo og hann svona horfir á byssurnar á honum grípur í sínar og bara svona og niðurlæðar og heldur áfram að labba hann ættur brandara sem þeir voru bara að setja inn í myndirnar þetta bíf kom inn í myndirnar já og var alvöru bíf og hann sagði líka í viðtalinu að eitt svona uppáhalds hann hefði aldrei verið af gladur og þegar hann sá að Arnold Schwarzenegger tók að sér myndina Junior
Hann sagði bara svona þá hafði hlakkað svo mikið í honum því að hann vissi alveg hvaða viðbjóð verið í gangi þar því að hann var búin að lesa handritið en í dag eru þið bestu vinnir og svo er það líka í myndinni hvað heitir hún aftur með Kurt Russell? Tango and Cash þá er ég búin að svífa þetta niður rafmagnssnúruna niður og þá segir Kurt Russell eitthvað let's go to the bakery eða eitthvað svona þá segir hann eitthvað I hate Danish og þá er hann að skjóta á Bridget Nielsen sem að hætti með slæð til að byrja með Arnold Schwarzenegger þannig að þú veist Danish stíði vínabröð Þetta er gaman að þetta bíf einhvern veginn fór inn í bíómyndina sko. Þetta er svolítið dött í dag Það er einhvað alvöru celebrity bíf Það er enga bíómyndir í dag Nei, þetta er alltaf orðið bara Netflix og einhverju Ein góð, þú veist Það kom eiginlega bara myndir frá Marvel Það er einu myndina sem koma, það er eitthvað svona hitju Top Gun daginn, veist, Top Gun fara alvöru mynd Enda fekk hún alvöru aðsókn ég meina, veist, það er bara þessi old fashioned bíómyndir eru bara dead and gone það sem ég gerir með leynilögu og langar að gera bara aksjómynda gamla skólanum hún er líka gjög hún er gjög ég er að meina það er ekki verið að hlæja því ég meina eftir viku erum við á European Film Awards og vonandi náðu dollu þar ólíklegt en það verður gaman að mæta ég meina 3 myndir þetta er 1 móti fokkin 3 svo hitt slúðri sem ég með ég nenni ekki að fara yfir þessi greiði veikindi hans Kanye West en það er búið að henda honum að Twitter aftur og hann var að tala um að Hitler var í geggjaður og eitthvað nenni ekki að fara í það hann er verið að hugsa bara nú er must tekið við ég get sagt whatever the fuck I want sem aftur grít aftur út já það er greiði kallinn maður svo er þetta er líka drepleðilegt hún fyrirsætan Hailey Bieber með eitthvað heilsugvilla ég nenni ekki að lesa þetta fyrsti mólið var geggjaður en slæ já ég meinti annar mólið það var besti mólið en ferð þú aldrei að því út í slúrinu ferð aldrei í Discover á Snapchat notar ekki neitt það er alltaf svona einhverja punta það er ennþá Snapchat já, ég nota þetta er einu staður sem ég næ allt mitt slúður ég held ekki að opna Snapchat í svona erstu ennþá að hendi í stories og svona, ég er aldrei að inni nei, ég er ekki hendi í stories en ég tek allt mitt þú varst orðin eitt virtasti Snapchatar í landsins á tíðanbili ég var svo næstasti Solrún Diego pakkaði mig saman en það er enda farið slúður þarna? Allt ég bara nota Snapchat þetta er einu staður sem ég tek allt mitt slúður á einu stað dýrka við að fá því þátt en ég læra því það er alltaf eitthvað Kimbo Slice þó hann hafi dáið fyrir mörgum ára síðan og Kimbo er aðalmaðurinn á þessu slúðudóti en Discovery á Instagram það er ekki fréttir þar það er bara svona helmassaði gæjar og eitthvað nei, hérna er bara fréttir ég er bara aldrei á Snapchat lengur pregnant after going out with 7 Phoenix Suns players þá íti ég á það væntanlega og þá fæ ég þetta svona í Snapchat eitthvað NBA player when it comes to the NBA 2022 might not end up being the year of the Golden State Warriors it's the year of the NBA babies who doesn't og svona tek ég alla minna móla ég kem með brakandi Snapchat slúður hér næsta föstudag ég lofa ykkur því þetta var slúðurpakki dagsins hér eftir smá stund fyrir við þekkið ekki og ætlum að sjá hvor þekkir hvort betur Hjöppi eða Egill það er nokkuð ljóst að þetta lag kemur í sjálfánum 17. des miðasalinn á tix.is og ef þið ætlið að kíkja á mig ég tryggja mig miða sem fyrst því að það eru ekki það margir miðar eftir við getum bara fullvist að það var röfselt og ef það gerist ekki þá með löðrunga takk en herru, ég ætla að spyrja ykkur einu áður við erum að fara einn í þekkið ekki þeir eru í umferðinni fyrir hleypið einhverjum fyrir taugaður á okkur ef hann þakkar ekki fyrir sig Það veldur svolítið að þið fáið ekki höndina svona. Veldur svolítið á aðstæðum sko. Ef þú varst alveg að hleypunum og að reddunum, þá viltu höndu upp sko. Ég veit, ég fatt að þetta bara í gær. Þetta fór í töðunum. Sumir eru bara assholes í umferðinni sko, í miður. Það Manstu þú eldi gæðunar og sagði að maður hoppið raskata þér? Já, það var helviti óþægilegt, allt saman einhvern veginn. Ég rætti það mest að það er líka svo skrítið þegar þú verður svona reiður. Hefur einhvern gefið einhverjum puttan í umferðinni? Nei. Þó það var heldur reiður sko. Þú ert reiðast í félagi minn. Ég er ekki Ég hef aldrei gert Ég hef aldrei segja Samt, þú veist, er menn að gefa puttan í það? Þegar ég er svona 5-6 ára þá sýsti mín aðstæð komið með bílpróf. Hún var að gefa öðrum hverjum manni í umferðinni puttan. Það var bara flautað og svo bara beint. Ég hef látið fuglinn lera sko. En það blir vel í töðunum. En það er sem ég var líka Hefur fengið fuglinn? Nei
Ekki vitandi, það er sem sagt ég hef ekki séð hann. Það er ekki að rífa puttan fyrir gang. Það er hættir að gefa the finger. Já, en þó ég fengi puttan, það er ekkert eitthvað Fokkar með beinum putta beint upp eða setur þau smá spöndu? Ég begla. Új. Já, hvað? Nei, ég begla alltaf í gamla það. Núna, ég var að finna það. Ég gerir bara svona. Ég tek hann á skál líka. Já, ok, ég er með hann beinan. Það er ekki mikið að gefa the finger. Það er að byrja á því, sko. Jón Gunnar Geirdal er reyndar. Það er reiðast. Það er eini vinnu minn sem gefur puttan 67 sinum á dag. Ég meina, við vorum í brúðköpi á hann í daginn. Það voru, 5.000 myndir á hann að senda fuglinn. Já. Ég var aldrei séðan aðeins myndast það. Það eru reiður hann komin í glas, sko, sem er skemmtilegt. Það er reiðasti vinnuðinn, Hjöppi. Það er ekki ég. Það er einu maður sem dansar reiður. Er þið tilbúinir í þekkið ekki? Hver allar út og hver allar að vera inni og... að því að Hjöppi gestur. Þá er ég að spæja Hjöppi. Ég verið að setja rétt lag. Hjöppi út í Síkó fyrst þá? Nei, inni, ok. Þú farið fyrst út í Síkó. Ég ætla að setja hérna, maður sjá, setja lægið okkur undir og hafðu svolítið kósi. Þá setja ég það hérna. Þú þekkir reglur í þessu eða ekki, Hjöppi? Jú. Þetta er ekki flóki. Og það er basically pínu skita ég ekki haft þetta tilbúið, en hérna kemur þetta. Ertu ready? Já. Þá Geðveitlag. já, þessu fallegu tónar konur undir og ég ætla að byrja að spyrja þig, Hjöppi, hvað fer mest í taugatana þér við Egil? Nú eruð þið búin að þekkjast eins og þið sögðu þið síðan hvað, 94, 95? Já, það er ansi margt fyrir taugatanum. Þú veist, ef það væri svona eitthvað kostir og gallar, þá voru kostir svona 3 línur og gallar svona 300 línur. Ok, það er ansi margt sem fyrir taugatanum. Erfitt að finna eitthvað? Já. Eitt? En svona, ef ég á að tala um eitthvað eitt, þú veist, þá er það svona ákveðin eigingirni. Þeir eru líkir með þetta að gera. Þeir eru stjörnur í eigin heimi. Og ekki að draga mig inn í þetta. Nei, ég er bara að segja, þeir eru svona einhver þykkur væntum eigið raskat og þannig að það er eigingirni. já, ég veit, nei, það hljóma svo dramatísma. Já, Wow. en það var það sem kom úr. Já, en þetta er svona, nei, þetta er, já, fáiði. Nei, samt ekki. Það er ekki hægt að segja neitt af þessu dóti, sko. Nei. Og meina, en það er svona, ok, honum er þykir vænt eigið raskat. Já, Veist hvað ég á við? Já, Þú veist alveg hvað ég á við. já, ef hann segir eigingirni þá gef ég rétt fyrir það. Þú veist alveg ef hann ætlar að fara þangað og við ákveðum að fara eitthvað annað, Já, þá fyrir hann í fílu. þá fyrir ég fílu þessu smábarn. Já, og það er líka sko ekki Og þú veist, og á hinustanu myndan, einu kommentina sem væri, hann myndir þegja mikið. Og ég veit að reyndar á hinustanu var sko kaldur bjór bara og En þetta er ekki bara líka, þetta er ekki bara tengt að fara á eitthvað skemmtistað eitthvað. Þetta er líka að þú ert á tenni og það er ákveð að fara kannski frekar í Vassarönnubutagarðin í staðin fyrir Abagarðin. Þá verður hann bara í fílu. Já, hann er erfiður. Ég skrifaði hérna elskar sjálfum sig eigingirni, þannig ef hann fyrir í annarkvort þá fær hann rétt fyrir það. Næsta er alltaf gaman að hafa eina 50-50 og svo kom eitthvað stig í þessum leik. Hvor ykkar var svalari í framhaldsskóla þar sem þið kynnist? Já, ég held að sko, svona ef maður spyrja samnemendur, þá myndir nú held ég flestir segja að ég hafi nú verið tölvöld svalari. Ok. Það sem að ég eitti kannski 12.000 krónum á yfir önni í föt. Hann var í sömu fötunum held ég bara frá sko fyrsta bekk og fram í þriðja bekk. Bara mjög illa hafður. Og til að mjög grannur, svona nánast þannig að hann væri vannarður. Ok. Þannig að svona, en hann lendi síðan á einhverju svona stríki, verður einhvern veginn heitur á núleitni. Sem að hækka hana. Já. Þannig að kannski ef þetta væri graf þá var hans hæsti punktur hærri. En svona ef vegið meðaltal þar var ég svalari. Þannig ég ætla nú að gefa sjálfum mér þetta. Já, þú vart yfir En ekki það verið eitthvað óhefmi svalur náingi. En allavega, ég fór allavega í klippingu og keypti með stundum föt og eitthvað svona. Já, þá var það næsta. Hvað er stærsta mómenti í lífi þínu fyrir utan fjölskyldum? Já, það er nú bara þegar ég kynni skónunni. Já, vel gert. Það var stórt móment. Hvar kynnist þið? Það var hérna Caesars Palace í Las Vegas. Skjátt. Og
Sko, þú mátt ekki gleyma því, við erum að fara að hittast annað kvöld og ég hef verið í matabúðu þessum að þessi saga kom. Nei. Þú leiðir ekkert að fara út í. Sko, nei, það kvöld var ekki stærsta kvöldæðunar. Sko, þegar ég var smábarn þá hélt ég upp á einn mann, rosalega, eins og litli strákur þinn heldur upp á Súpermann. Eða Spædermann. Já. Og ég átti heilan dag með hún. Það var þarna þetta fræga Lothar Matthäus gig mitt. Það var svona unreal stuff af því að ég var brosandi allan tíman meðan þetta var í gangi. Ég bara trúði ekki að þetta var í gangi. Þú varst alltaf að spila í Svalan. Ég var að spila með Svalan, já. En þetta var geggjað sko. Því að ég hafði svona allatíð hugsað hvað maður myndi nú segja við hennar gæja af því að það voru allir með Maradona. Ég var með Lotharinn. Skal við ekki kannski að Maradona var Svalarins kannski. En svo gengur hann upp í hendunar á mér þegar hann 60 reyndar á apotekinu. Já, en mjög svalur. Þannig að ég, sko, já. Já, ég fíla þetta. Það er heilt dagur með Lothar Matthäus. Já, það er bara randist svar. Það er erfitt að útskýra þetta. En ég myndi ef þið einhverja 10 ára bróðir eða barn eða eitthvað og bara væri með Mbappe heilan dag. Já, þetta er gott svar. Ég sagði frá því í blöðkastinu held ég daginn að það var eitt uppáhaldsmómenti mitt bara á æfinni. Þá vorum við stættir í Kanni og Hugi, vöknum skítunnir af því að það var ekkert planað. Við vorum að hitta fullt af liði, tókum viðtal við Bruce Willis og fullt af bara liði sem hafa búið að græja hérna gegnum Sambíón eða Smárabíó, man ekki hvort það var. Okay. Og svo bara vöknuðu, þá svaf ég á bara svona dínu og kemur gaurinn inn frá Vísi og segir bara, herðu, það er eitthvað eitt í dag eða vilja kíkja á það, er eitthvað fótboltamaður að gefa út einhverju mynd, Erik Cantona, langar eitthvað að fara á það. Ég hef aldrei stokkið pratt upp á dínu á æviminni. Ég vaknaði á 0-1 og það var stórt moment að fá að hitta hann. Ég tengi við það. Já, svo er það síðasta. Hverjastu mest háður? Já, þú veist nú alveg hvað það er. Það er þessi blessaði sími minn. Og ég ætla ekki að, þú veist, af því að þú varst að beða mig að ljúga ekki. Þú veist, þá er þetta alveg, ég tala oft við sjálf mig og segi bara, herru, nú látum við þetta aðeins vera, sko. Það er síminn. Já, ég hef lent á svona kannski 2 mönnum ekki um efina. Já, sem eru kannski háðara sem ég, en þetta er hillilegt, sko. En færðu skít fyrir þetta heima? Færðu hættu í símanum? Nei, ég sagði að það mætti ekki ljúga svona óbeint, það er ekki svona eitthvað. Jó, ég hef ekki að Herðu, þá var þetta komið og þú mátti enda Aklin, hann situr að með brendarann. Hann er á leiðin á jólahlaðborð í kvöld, þannig að hann er furður róluð með það. Gefum við það. Herðu, Hjöppin búinn og ég var að segja í mækin, þú ert á leiðin á jólahlaðborð í kvöld, þú ert furður svona róluð með það. Já, sko, vanalega var ég komin í blackout. Já, gott gátt að þroskast. En ég reyna að haga mér. Já, það endustu lengur líka. Álveru fyllibittur á þessu. Þetta er alltaf mikið byrjaður bara random chit-chat. Gleymdi símanum sinni. Gleymdi símanum, já. En ég er að fara á besta veitingastað landsins, Punk. Já. Og ég ætla að fá mér a couple of beers þar og mögulega red wine, það er lagið þín vegna. Já, ekki er ég að fara að dæma það. Síðasti maður sem getur það. Ertu tilbúin? Já. Þá spyr ég, hvað fyrir mest í taugarnar við Hjöppa? Hvað fyrir mest í taugarnar á mér við Hjöppa? Þetta er bara damn good fucking question, sko. Já, sko, er það margt eða er það fátt? Nei, það er ekki margt, sko. Þetta er sko, allir sem þekkja hann getur tekið upp á að vera erfiður. Já. Og þegar ég meina svona erfiður, og þegar málið, það er kannski lélt svar, segja bara erfiður, þú veist, því að hvað er ég að segja? Hann stundum, og hann getur ákveðið bara labbar hann í herbyggi, ég ætla að vera skemmtilegast í gæðinni, ég ætla að geta vera erfiðast í gæðinni, skilur hann bara eftir hvernig gýr hann er í, sko. Leikur sér að vera leiðilegust. Já, hann getur, veist, hann bara eftir hvað Hjöppa á fari, sko. Hann stundum með sama með Hjöppa og Sveppa, það er bara svona, hver er hann í kvöld? Já. Ef þeir eru í þannig gýr. Já, þú veist, reyndu Hjöppi er ekki endilega að taka við svona einhvern einn, bara svona ákveð, bara almennt, ég ætla að vera erfiður. En ég held að það er kannski nógu gott svar, sko. Ég held að sé, sko, já, það er kannski þegar að við erum, veist, horfa fótboltaleik, að það tengist yfir fótbolta og hann verður aðeins of passionate, hann spólar yfir sig í the passion, svona 30% of mikið, svona bara, veist, ástriðan fyrir of mikið og svona einhvern veginn, þú veist, levelið verður hans hærra en hjá öðrum við borðið yfir okkur leik sem er kannski, þú veist, Sunderland. Þannig að viltu minna að segja too passionate, ég ætla að setja erfiður í svega, ef hann segir erfiður þá verður hann rétt fyrir það, sko. Það tengist eiginlega saman, ekki segja bara, líklega er það bara getur verið erfiður. Erfiður, ok.
Þá það næsta. Hvor ekki var svalar í framhaldsskóla? Wow. Það sem þið kynnist. Já. Í MK. Við vorum alltaf að fínt að þessi spurning byrjaði ekki í grunnskóla. Við höfum ekki hvorið skorað hátt það sko. Nei. Sko málið all the cool kids voru að vinna í pizzastöðum með MK. Þú veist, þá varstu að vinna í pizzastöða, þá varstu the shit í rauninni sko. Og það var að sé að gerði. Ég var nú í öllu pizzastöðum bara á höfuðborgarsvæðinu, sem var með fjólublátt hár, kaffibrún. Og aldrei séðan brúnan gæja á mig í MK. Og sko, en ég var með allt upp á 10 og sama tíma var Hjöppi líklega mest í lúðið okkar Kópavogsbúa hann að fyrstu 2 árin í MK sko. En vandamál að hann rífur sig í ganga eftir fyrstu 2 árin en sko, en ég held ég því miður ég bara verði að velja mig sko. Já, meill. Og þá það næsta. Hvað stærsta mómenti í lífiðinu fyrir utan fjölskyldu? Ég hef spurt hver besti dagur æfin en hvað svona, stærsta mómenti í lífiðinu? Wow. Já, þetta ekki hérna grislingarnir mæta á svæðið og eitthvað þannig en Nei. Sko ég gleym aldrei því ég komst inn í rithöfundasambandið til dæmis. Það var svona moment eftir 2 metsölubækur í röð þá flög ég þar inn og það var stórt. Ég ennþá þann inni. Er það að telja bara upp núna til að monta þig eða það svarið þetta? Ég bæði í rauninni. Okay. Út af því að síðan verð ég líka þegar leinlöggan var tilnefnd til European Film Awards. Það var stórt. Það því að mér var sagt að það væri evrópski Óskarinn. Já, sem sturlað. Og hérna svo þegar ég var fullur í Locarno. Þarna fyrsta svona alþjóðlega kvikmyndahátíði mín sko. Þú veist, það var líka stórt sko. Þannig að hérna Höllin? Já, það var alltaf rosalegt sko. Ammali skikkið okkur þar sko, við ekki það. En hvað svarið? Já, sko, alltaf þjóðhátíð og höllin alltaf eru svona moment sem alltaf, maður mun aldrei gleyma. En ég spáð að setja fyrsta alþjóða, nei, vil breyta. Stærsta moment í lífum minn næstu helgi. Ég eftir að upplifa það European Film Awards. Okay. Þegar við lyftum dollinu félagarnir fyrir bestu grímynd í Evrópu. Það verður rosa. Aldrei að fara að gerast en verður gaman þess að jákvæður. Já, ég alltaf Sé the secret eða? Svo síðast að hver ertu mest háður? Sko ég háður eins og þú vantarlega veist símanum mínum. Já, það hefur ekki farið fram hjá mér. Ég líka háður tölvunum minni. Já. Það ég vinn í henni. Svo ég háður koffinu líka. Já. Þetta eru 3 hlutir sem ég gæti bara ekki lifað án. Nei. Þú veist, þegar ég mæti á vinnuna á mótnana, ég hugsa á leiðinni vinnuna bara djúlega gott að fá sér kaffilega ég mæti. Og svo eftir kannski 2-3 bolla fer ég beint í ískaldna rippers. Ég myndi ekki höndla daginn nema að taka þetta. Þannig að, þú veist, þetta tölva náttúrulega, það er bara vinnan, þú veist, ef ég væri retired, þá var ég ekki tóð tölvunni. Þannig er síminn að koffín. Ok. Síminn. Og mandamál að fucking köpi potið með það, sko. Herru, þá þurfa að fá hann inn, okkur snýra, hann þykjast að reykja? Er hann horfa á eitthvað? Hann reykja? Já, ég held að hann hefur Aldrei séð reykja á prentaránum. Ég held að hann hefur að þykjast að reykja. Varstu að síkó á prentaránum það? Maður ekkert að því sko. Nei, herruðu, ekkert að því að reykja sko. Þá Hjöppi mættur hérna inn og við Ég ætla að stefna á að vinna þetta. Já, Ég ætla að vera victorious. Þetta getur verið spennandi. Ég ætla að byrja á þér, Hjöppi. Ég spurði Egil hvað fyrir mest í taugarnar á þér við Hjöppa og hvað var svarið hans? Já, þetta getur verið hansi margt. En Það verður að klikka hana. Haflega sem getur verið þver. Mjög þver, svona þverhaus, svona bítið eitthvað í sig og röflaði yfir því jafnvel heilu árin. Það nú eitthvað sem ég að vinna í að bæta. Skemmt að ég verðilega ekki að rétt fyrir þetta. Bara hvað getur erfur. Já, erfur helviti. Hann veila að neldi þetta. Anskotin. Ég held að þetta að vera orðið sem þú varst með þess að leita að á hann. Já. Þannig að Hjöppi komið stig. Ég verður að útskýra þetta. Ég áttum á göllum mínum en ég að vinna í þeim. Svo Egil, ég spurði Hjöppa sem spurningu. Nú verði ég að jafna þetta. Ég má alls ekki missa hann framböruna sko. Í rauninni var þetta líklega svona svipað svar. Þannig séð sko. Því að ég hef dottið í mómenta sem ég mögulega getur verið þróskur. Kræfjandi. Og hérna
jafnvel tekið svona momentistikun og fílugilsa, kannski einhvern smá tíma Halla komstu með það er fílan Eigingirni og ferði fílu ef það ekki gert það sem þú veist Þetta var mikilvægt maður, djúvöldar mikilvægt Fílugilsi 1-1 Ekkert betra en að vera með fullvaksta kalldýr með sér í fíl Það er svolítið síðan, þetta er ég átti þetta til fyrir einhverjum ári síðan Ég reyna mig einhvern Það er rosalegt, þú veist, þegar maður dílar Þú veist, það eru sumir sem eiga stund að fara í fílu en að vera með eitthvað kalldýr liðin á sér í fílu sko. Ég tekið þetta á mig Svo spurði ég ég byrja bara aftur við því uppi Ég spurði Egil, hvor eitthvað var svalar í framhaldsskóla? Já, ég sko, hvorur okkar var svalur af því að þú veist, ég man alveg eftir því að sko Egil fór alltaf í jakkafötum á djámið en það var ekkert eitthvað dýrustu jakkafötum það var bara ódýrustu jakkafötum sem ég séð og alltaf einhverjum silkiskirtum við og ég hugsaði bara með mér ok, það er ekki séns að það sé eitthvað að fara að gerast þarna en stundum eitthvað, þá var eitthvað ég sagði að hæsti punktunum var Egilsmegin en ég myndi samt segja svona jafnt yfir þetta af því að ég veslaði stundum föt En þú ert að giska hvað hann sagði Já, ég veit það Ég ætla að segja að Egil ég þekki þetta allt saman Egil hefur giskað á sjálfan sig Það er rétt hér Egil Helvit er að segjur í þessu Hann er komið 2 stig af 2 Þetta hefði ég þurft að Hann las þig Hvað sagði Hjöppi? Máli er bara að ég skipti svolítið MK-konceptunni í 2 parta sko, því að Hjöppi veit alveg að framan af í MK var hann alltaf engin eðlulegu lúði sko. Ég veit alveg fyrstu 2 árin Þú veist, en síðan fór hann að hanga með gilsarunum og þá komst hann aðeins í gang sko. Þetta er ekki að sagða sem ég heyrði á Hann vildi meina það skiptir aldrei föt Já, ég var í með fjólublátt hár og var markaðasti leikmaður MK-deildarinnar og var stjórnast vinsæstaliðin og en málið er, síðan alltaf ekki að sem gerist þér Hjöppi var basically a nerd þanga til að koma einhver helvítis slagorðakeppni þarna í skólaleitarinn og einhver keppnin á skóla skal getur búið til besta slagorðum vímuefni og Hjöppi kom með slagorðið víma er gríma og vann helvítis keppni og fór í mainstream mýri á það og viðtali fréttum og eftir það var hann the shit og þetta er líklega 99 Gellurinn voru trilltar í þetta víma er gríma dæmi sko Ég á það Það er mjög vel gert Þannig að þú veist fram að þessu náttúrulega var ég að pakka hún saman sko en síðan þarna reyma sig í gang sko En hvað sagði þú Hjöppi? Þannig að sko þetta veldur alltaf ef hann hugsa um síðustu 2 árin þá valda hann sig pottet en ef hann hugsa um fyrstu 2 þá valda mig En ég held að hann sé að hugsa hvernig hann lappaði hann út og hann valdi sjálf á sig Það er rétt Það er 2-2 Já, herðu, það er mikið spennandi Já, ég fíla þetta Hjöppi, ég spurði Egil hvað er stærsta mómenti í lífiðinu fyrir utan fjölskyldu? Ég þekki náttúrulega að það er eitthvað svona Þetta er mjög peningadriven maður og ég veit að peningar eru honum ansi mikið og stærsta mómenti er að fylla Laugardalsvöllina á sínu eigin afmæli og taka inn þessar 11-12 miljónir sem það sem það var og það er því miður það stærsta utan fjölskyldu 100%. Nei, það var að vera tilnefndur til European Film Awards sem er næstu helgi en hitt var á listunum hins vegar. Þetta var samt, þú taldir upp þú komst inn á það sem ég rætti á hann sko. Þú varst nála sko. En nú er það málega, nú þarf ég að taka the fucking lead sko. Hvað er stærsta moment Hjöppa? Fyrir utan fjölskyldu, hann var alltaf með hellinga á momentum alltaf, var að spila alltaf íþróttur á háu leveli hérna á Íslandi og þú veist spila alls konar moment þarna en málið er, það var alltaf snúast hjá honum einhvern veginn og allt, þú veist, sko eitt moment sem einhvern veginn eftir þetta moment hefur lífið leikið við hann bara þú veist, kassi fór að flæða inn og það var eftir að hann fatt sem var á EM þarna, fram að því og valið maður ásins fram að því var bara svona jú, gekk alveg vel en eftir þetta einhvern veginn, flestir eru brotna niður þegar þetta moment var hann nýtti þetta moment sem fuel og allt hans success kemur eftir þetta moment þetta gera sterkari, flestir eru brotna þannig ég sé að þetta er mikilvægasta momentið hans í lífinu, myndi ég segja ég get sagt þeim þess að eitt líka að hann kynnist konun sinni rétt eftir þetta momenti og það er með betri sögum sem ég heyrst þegar konan Hjöppa sagði í matabóði að hún kaupi lágt og selur stutt eftir þetta ég meina eftir þetta er það bara
minna 99% af the success kemur eftir þetta moment. En hann sagði að það var heilt dagur með Lothar Matthäus. Já, það var eiginlega stóra. Það var en málið sko eitt sko, að þarna fann ég hvað geggja að vera fórnarlamb. Þú veist bara einhvern veginn, það vorkendu mér allir. Og allir bara, hei, Hjöpsson er í lagi með þig og fettsemaður og bara allir einhvern veginn á Twitter bara, hei, Hjörvar, við stöndum með þér og allir að fettsema og þú ert ekkert feitur, þú ert bara aðeins bara, þú er bara kannski að borða holt og kannski að fara í göngutúr og eitthvað og ég bara eitthvað, hei, takk hérlega vinur, við erum ógeðslega vænt þetta. 1387 like bara einhvern 3 mínútum og allir einhvern veginn og svo reyndar gaf ég út fleiri yfirlýsingar í kjölfarið, degi 2 eitthvað. Takk Twitter fam, við líðum miklu betur í dag en auðvitað þetta sátt sko, það var 700 like svo fóruð alltaf like-in niður svo einhvern veginn á degi 5 var eitthvað enn að hugsa þessa stund þetta var erfitt, var gert grína mér en ég ætla bara að halda áfram þá voru kannski 270 like þú var alltaf neður og neður þú ert að hætta bara en það ég hef rætt á og ég þurfum ekki að fara enn einu sinni en það með fyndnari sögur sem ég heilt þegar Hjöppi fattar þetta sem farið í gang á Twitter og farið bara svitakast og ég sagði við gæjan sem setti þetta á netið að I just spoke to my lawyers and you are not allowed to film there og en í dag hef ég aldrei látið taka þetta út af því að it's a part of who I am þú veist það að scar hérna inni þetta mótaði þú fattar ekki þarna að þetta var positíft sko en eftir á en það líka svo oft með allt svona maður overreaktar einhvern veginn svo skiptir þetta engu sko ég sé alltaf and the scars remind me that the past is real af því að þetta þarna sko I tear my heart open mjög góð lína höfð þá það síðasta það allt jæmt og það 2-2 loka spurning maður ég spyr þig Hjöppi hverju Egill mest háður? Sko ef hann þetta náttúrulega ekki eitthvað rosa frumlegt en hann getur ekkit svara neitt öðruvísi því að hann hefur kannski lengur en flestir alveg síðan hann var með símanum 8-9 hvað var aftur að þetta? Hann var með eitthvað rosalegt símanúmer 8-9-8-20-20 það var nákvæmlega það númer með Philips Genie sem var svona þannig með svona það sem maður kallaði gamla þetta lítið tippi svona út sem hún barðir í borðið til þess að svara síðan þá hefur hann verið að glíma við símafíkn sem að ég hef bara aldrei séð neitt mann í heiminum díla við sko og þetta rétt svar þetta goddammit 3-2 þú getur bara jafna ég sagði því síminn, tölvan og koffín þetta allt sem ég háður í dag sko en líklega rétt svar hann að síminn og helvítis en hverju Hjöppi háðastur? Ég málið fyrir hann ekki 3-3 það er hellingur að stegum í þessu sko Hjöppi alveg í símanum en ekki að slæma ég sko þetta í rauninni mann kannski ekki svona koffínfíkill eins og ég heldur sko en ég myndi eiginlega segja hann kannski veit ekki sjálfur, ég veit það ekki ég myndi segja að það sé nett sko, ég ætla ekki að gefa lokasvar þegar ég búið að segja lokasvar nett háður fótbolta í rauninni sko þegar ég sé bara þegar það kemur vika sem enski er off eða eitthvað þá bara snýst hann í hringi en svo vorum að kúlega kann á þann og þú veist við gáttum ekki haft boltan á og það fór ekkert eðla mikið tölur hann lappaði til þess að bara upp og hann var spurðist hætti 7 sinnum hvort það var engi staður nákvæmlega þar sem maður geti hórt og 3 leiki með vorum að preppa þannig að ég held að hann fatti ekki endilega sjálfur en ég held að sé háður fútból og ef það er ekki það þá er það red wine Já ég verður ekki bara gefa hún rétt fyrir þetta ég held að þetta sé þegar allir á botni kvöld á séða fótbolti ég sagði síminn af því að þú veist meina þessi rétt hjá honum já ég lappaði út í halva sekundu og fattaði ég glemdi símanum og fekk svona létt svita ég hef aldrei glemt símanum ég gat glemt honum og þannig að þú ætlar að gefa honum jættibli það er fallega gert ég held að sé addicted to football og ekki ást að vera neður líka Dr. Football sko. ég sko hef verið stattur í einhverju romantískri ferð með konunni bara eitthvað og þú veist eitthvað herrið bara panta hérna siglingu hérna flóan í Miami það er United Aston Villa hérna nú það hefur verið drullu gaman að fara með þessu siglingu en það er bara ekki að vera bresta og hérna og hún hafði einu svona að reynsa sumarbústað fyrir mig og hún kallaði þetta að horfa enska boltan í öðru postnúmeri hún var eitthvað, herri ég ætla að rölda hérna eins eitthvað, það er alveg göngutúr eitthvað upp á eitthvað fellana ég sagði það er fínt en Leicester Manchester City er að byrja nú 17:30 ég held að þetta ekki bara jafn X Jú, skuldum auðlýsingar fyrir löngu þetta er jafntefli Takk
Þetta eru Dua Lipa og Elton John með Hold Me Closer hér í FM 95 Blö. Má ég næst á partilag? Má ég næst á partilag Blö? Sem verður annarkvöldana partilega sendir aðan sem verður spilað í Sjallanum eða hérna klúbabengur með Stóra annarkvöld. Það mátt velja. Ég hendi fara annarkvöld. Og ég er með King of Being Boss of the Show. Yes. Þeir eru báðir yfirmenn, eða þú veist boss. Það er ekki að segja ég sé yfirmaður eitthvað. Þú ert samt, þú veist kannski heldur utan um þetta. Myndur þú segja að Steindi var yfirmaður? Nei. Og ég? Nei. Þú ert svolítið gæi bara tölur hrein íslensku. Og Hjöpi er í svolítið bara svipar stöðu og þú. Já. Þannig að keppnin er hafin. Þið viljið vinna. Þú vilt bara, basically bara Hjöpi, langaði til að vinna. Þú getur kallaði boss í kvöld og morgun ef þú vinnur. King of the boss. Ég er undefeated í það. Ok. Ef þú vilt hella í þig á þriðjudegi eða miðvikudegi, hellur þá bara í þig þegar þú ert your own goddamn boss. Yes sir. Ég var að fá mér bæða mánudag og þriðjudegi þessu viku, þannig að það var ekki rosalega flókið. Þannig að mitt svar er einfallega yes sir. Sko, ég líði ekki af hlustundum. Þetta kostar símtal hjá mér allavega, sko. Já, sko, en þú ringir ekki, þú ert ekki að ringi Þórhall eða nei, ég er að ringi konuna já, en það er þá til við frúna, ég tala sko það er vinnutengt. Já, þá getur ég held í mig. Já. Ok. Þú ert ekki gæðin sem mætir klúan 8 mótana, sko. Ég hef aldrei séð því hérna fyrir 9, sko. Ég er alltaf mættur hérna fyrir 9, sko, alltaf strákunum á leikskóla og svo er ég mættur hérna. Það er vörðblöð, þú veist, þá ert ekki fullur á mánudum, en núna ertu bara í öðru starfi. Já, ég er ekki alltaf fullur á mánudum. Nei, getur það. Nei, þú drekkur alveg slatta, sko. Fórstu erlendis oftar en 10 sunnum árum 2022. Það er annan desember í dag. Yes sir. Og hörru, þú vilt, þetta er nei, ég næði ekki. Þú ferði aðverðs 14 sunnum út á ári. Nei. Ég reiknaði einsinni. Já, það var áður eignarspöld. Já, en þú, hvað ég ætti náttúrulega 10 sunnum. Samt AC náttúrulega og Florida United. Já, Amsterdam. Já, 4. Ég ætti sem er svona 5-6 ferðir. Hörru, 2-1 í Hjöpi. Yes sir. 10 sunnum? Já, hann er að vinna í Danmörku. Já, þetta er ekki alveg þetta er líka party, sko. Nei, þetta er ekki party. Þú ert að fara að nota meistardildinu. Work hard, party harder. Jó, ég meina, eitthvað þessi vinnutengt þetta, sko. En eitthvað þessi líka party. Ertu það mikill buzz að þú ert á glænýjum bimma í dag? Ég er búin að reyna að forðast að ert þú komin á BMF? Glænýjan BMF. Sko, ef þú treysta þig forða á blöð keiri burtu. Hvernig er þetta? Ég er ekki á bíl, ég er sóttur hérna. Hvernig bíl er það? Hvað heitir þessi BMF? Hvað heitir þessi BMF? Er það svona eins og þetta er bara flottið BMF sem ég sé. Hybrid frá Jeppa og í fullspil eitthvað. Ég veit, ég er ekki Harry í Ísland, sko. Ég veit það ekki. Ég veit ekki bíla heldur, sko, en ég get allar svarað þér. Er þetta, hvað er hann? Bensín eða dísel eða? Þetta er svona, ég get sett hann í hlæslu. Hybrid. Nei, alvöru bíl, sko. Já, frábært. Þannig að þú glænið Beamer. Því ef ekki, þá er 2-2. Nei, en ég er mjög stoltur á mínum bíl. En, ok. Hvað bíl er þetta á? Kia EV6. Wow. Fully electric, eða? Já, fully electric. Út af því að ég er líka umhverfis. Hvað ferð á hlæðislu? 300 km. 300 km. 500 á Ég er svona testunni. léttur umhverfiskall. Hefur lent í áfalli það sem varst fatt sem ára á knattspyrnuleik reifsti úr og í dag ert að goddamn buzz? Nei. Já, ég var náttúrulega lent í þessu, við vorum að ræða þetta. Já, ég veit það. Ég samti þetta spurningu áður en fórum í umræðina. Ég veit það, en það er bara, þetta var það besta sem er komið fyrir mig. Já, hann er komin yfir aftur. Þegar þú lendir ekki í þessu, þá verður það piece of shit í það. Ef hann er ekki lent í þessu. Ég fekk svona 2009 followers á alla meðla, sko. Frábært. Út af þessu. Kaupirðu stundum belju til að drekka redd heima eða bara flöskur eins og að buzz? Ég hygg ekki við að hendi eina belju, sko. Þú með belju eða flöskur? Sæjuru fyrir þér að koma heim til Hjöpsunækjar og ég fær að sprauta úr einhverju belju þarna. Er það ekki bara helvíti líklegt að ég bara hérna, ég ætla að setja þetta undir plastið hérna og spreyja því hérna onni. Ég verður aldrei bjóða upp á ef að fólk kemur heim til mig. Nei, það er alveg til nú að rauðvína heima að mér. Ef að fólk kemur í heimsók, þá opna ég flösku. En ef þetta er bara ég og Rakel á sjónvarpið eitthvað, þá eru þú ert náttúrulega blöytur king. Þannig að þú ert ofta að setja mæntara og það sjáist ekki hvað er búið. Það er bara einn fyrir bústað.
Ég myndi aldrei gera það er bara flaska. Það er 4-2 fyrir Kjöpi og Blöð, you're trailing. Já, þetta er erfitt. Nú kemur spurning sem er svolítið, þú veist, þetta er bara eitthvað skoðunrunni. Möndur segja og væri með að manly chin. Manly, já, ég myndi óhætt segja það að ég var með a manly chin. Það sem að það var maður sem komst til mín. Það var Spánveri á úrslitaleg meistaradeildina sem létið hafa hann hefur verið svona 1.30 og þú varst næstu í rótaður. Já, byrju chin, nei, ég var ekki næstu ég stóða, þetta er hakan. Já, byrju manly chin. Ég tala um þetta hakana, finnst þú þetta að vera Er hún ekki manly á mér? Mér finnst þú vera fína höggu Já, út með alltaf höggu og allt það. En málega það, ég hef aldrei fengið neitt áreiti á neinum veitingastöðum eða skemmtistöðum eða neitt. En ég hef lent í því að kallmaður hefur komið til mér og sagt bara, heyrðu, er þið saman að við tekið mynd af höggunar? Nei, þetta er bara satt. Heyrðu, af því að í dag eru bara lítið að gera þannig og hann bara, heyrðu, mér langar ekki neitt meira en svona höggu. Nennir að vera kjurr. Og þetta er bara nákvæmlega hakan á mér er nákvæmlega svo Jim Carrey fekk sér í Me, Myself and Irene. Má ég taka mynd af höggunar eftir? Og mátt eiga hana. En þú mátt líka, þú veist, fara með hann til lítalækni og segja bara, heyrðu. En reyndar, á ég að segja reitt, Egill er greinlega ekki með nógu mikla manly chin af því að Ég er samanlega, ég hef engi sagt til mig sem er manly chin. En póstinni sem hann gerði fyrir leynilökun í Japan þá var búið að breyta eiginlega öllu á okkur, öllum fötum og allt. En eina sem að meðanst langfindast að sjá, þá var búið að stækka hökun á agli. Ég fekk svona hjöp og höku og hún var bara risastór. You gotta pay for it, Þannig að þeir voru greinlega ekki sáttir. Dyrka þetta, Asjubúi sagði bara, við þurfum höku og auðningen hana í jakkafötunum. Þú varst eins og hvað hérna áður en að var Hank í Me, Myself and Irene. Djöðlega langt henni sá hann að maður. Já, hann hétt eitthvað allavega. Hann allavega Svo var hann Hank. Það er gælu að elska þetta. En sko 5-3. En þetta algeng, núna verður ég ekki að grínast, algengt að menn sitja að reyna að stækka á sig höggu? Nei, ég meina bara fólk er að breyta öllu í dag og þú veist, ef þú getur fengið svona höggu á þess að hafa verið í, þá gerur þú það mæntanlega. En sko þetta er, ég meina, lítið að geta eru með vinsalar. Já, 5-3 þá. Já, sko. Hjöppi búin að fá stig alltaf. Já, 5-3 voru 3 eftir. Þannig að ef Hjöppi fær ekki punkt og þú rýfur þau í gang og vinnur þetta 6-5. Þegar maður er að buzz þá lendir maður oft í alls konar svona fucked up shit. Hefur lendið því einhvern tíma svona sem í óvart að heyri félaga þínum þegar hann er í miðju samlífi? Nei. Aldrei einhvern veginn bara Það held ég ekki. En þetta er eitthvað skot að hjöppa? Nei, alls ekki. Segir lengt ykkur bara félaga Nei, bara í partíið eitthvað og vinuðin er bara eitthvað, þú veist, í samlífi, þú veist, og þú ert bara í a party, þú veist, og það er bara Hvað, í partíinu þá? Já, bara, þú veist, þessi hvað sé bara Þetta lítur að vera eitthvað skot á hjöppa? Ég er alveg blanka á sko Samlíf, sem eru hérna kynlíf. Já, bara að þú veri, þú getur með einhver vin sem er svona sem heyrist meir í en öðrum. Jú, ég hef lent í þessu. Hvað lent í þessu? Ég hef lent í þessu, já. Hvernig á ég að keppa þetta? Þetta er eitthvað sem varst basically þú þurft að segja þetta væri rétt. Það er að 2 félagar og MK fara á móti mann hérna í The Boss. Þetta er ekki þannig sko. Menn á Króksvarapartíinu oft bara var ekki landakvæða sem alltaf bara helli vel í sig eða ekki. Jú, það er bara munurinn á okkur Króksvörum og ykkur Kópavogsum. Við förum á tjami til þess að detta í það sko. Ég man eftir einum, helvíti, svona hávær. Já, ég hef alveg svona Það sagði ekki símtal? Nei, ég sagði það alls ekki. Ég búið með couple of beers og hljóma þessu ég sagði símtal sko. En sko að 6-3 hafa sölumennir á Tenerife sem selja sólgleru og töskur kallaði Buzz. Nei. Jú, það er náttúrulega alltaf þegar þú kemur hey Buzz. Já, það fá það ekki allir sko. Stundum meðin með Gilvi Þór Gilvason í fasteignarsala. Hann var alltaf Buzz en það var ekki allir Buzz. Ég með þess að fyndi því ég var að vesla í Flórida. Þú kallaði Buzz þar? Já, gaurinn sem að hérna var afgreðað mig, hann kallaði mig Buzz svona 10 sinni. You wanna bag with that Buzz? Ég bara, no, you wanna receive Buzz? Og hann var alltaf Buzz. Þannig að ég skal viðurkenna að ég var það heimskur að ég held bara alveg án til ársins 2019 að þessi menn væri bara að selja sólgleru. Já, ég bara officially og bara hleyja ekkit eðlilega mikið af mér þegar ég held þessi gæjar væri bara að það mættir á stöndina að díla með good shit sólgleru. Svo fór ég með blöð.
Það voru að selja eitthvað annað. Hvað séðast það? Ertu það mikill buzz að þú hefur gert allt þrennt og nú hefstu upptalning flogið með engaþóttu, farið í limmu eða verið á topp 10 dýrustu snekkju heims? Hvað stig þar? Sæll Sko, Ég ég myndi segja sko Nada Engaþótta? Nada Þú farið í limmu? Nada Jú, það var aldrei farið í limmu. Við mættum svolítið á böll í MK og limmum hjöpi sko. Var það Hummer hjá honum hérna Goldfinger King Það er limma. Það er 7-5 Hjöpi er king og big in the buzz en enda sprettur hjá blöð. Ég átti aldrei Það var ekki valtaði við því. Ég átti aldrei breyk í þessu. 7-5. En hér kemur lag fyrir Egil. Ég veit ekkert hvað lag þetta er. Ég vonandi sér lagi. Já, ég vona það. Það er álur veisla. Ok, tjekka maður. FM 95 Blu í samstarfi við Dine Out og Loop Jalapeno Lime Merch. Harrið þér að hlusta hér á FM 95 Blu Lagið þóðið bjór á FM 957 og það var að koma óvæntur gestur inn í stúdíóið Bearing Gifts, það er okkar besti maður C.J. Jóhannes Ásbjörnsson, verstu velkomin. Takk ykkur kærlega fyrir strákar, djöfulli gaman að sjá Herru, þú kemur hér færandi hendi, það eru shakear og pizzur frá okkar sponsori, Shaken Pizza. Já, mér líður alltaf eins og feita Nóa í Waynesville þegar ég kem þetta með mat svona hérna ég læti alltaf fara í merkjavöru en þetta er sem sagt jólapítsan frá Shaken Pizza, hún er rosa fín. Smíðaði þú þessa jólapítsu? Hver er the architect? Það er hann Elmar Kristórsson upp í hérna Shaken Pizza sem að stýra eldhúsinu, hann er geggjaður gæi og þetta er sem sagt, það er kalkún, þetta er basically bara kalkún að veistla á pítsu, kalkún stuffing, gravy og sæt kartöflumús. Það er bara staðan. Já, takk. Svínvirkar, stuffingi fer í botnin. Alveg shake svo það líka. Eðlilega gott sko. Award-winning shake. Award-winning pumpkin spice shake með rauðum rjóma með. Það er rosalega. Eitt sem ég er að velta verið mér af því að nú er Idol Did you get a call? Nei, það ringdi enginn. Hefur verið til? Nei. Okay. Nei, alls ekki. Og talaðu þá er náttúrulega Idol í Þeim kapla í mínu lífi er bara lokið. Já, þetta er, ég held ég hef sagt bara þessa setningu einhvern tíma, en sko mér hefði fundist það raunverulega léleg hugmynd hjá sín 20 árum setna að flauta old farts inn á þegar þú bara með, það þarf bara algjörlega nýja, þú veist, nýja dómnefnd, nýtt bragð, nýja kynna. Veist, ég held að það hafa alltaf verið rétt ákvörðun. En þú hefði verið geggjaðar. En Anton Dekkarna í Bretlandi. Ég hefði ekkert verið sko, það hefði ekki drepið mig að ég hefði verið beðin það. Nei. Ef ég hefði sagt nei. Þú hefði sagt nei. Fyrsti þáttu var góður og það er þáttu 2 í kvöld. Hvernig maður stík og Jói í þessu Kanada? Mér snakk geggjaður. Og líka þú stjórnar líka á Whitebotinu. Allt svo stjórnar er the shit. Basically. Ég held að þú stjórnar einhverju sem hefur skitið. Nei, við, þannig að þú veist stjórnaði 70 mínútur líka, mátt ekki gleyma því. Það skeitt ekki. Við vorum svolítið eins og Wayne og Garth þegar við vorum að kynna. Þetta var svona meira það sem við Áttu eitthvað failure, hefur drullað einhvern tíma náðið í lífinu? Ég veit ekki hvað telst til drullu. Við gerðum einu svona mjög stuttan þátt sem engin mann eftir sem að mér varst geðugur, hann heit auglýsingarhlé með Simma og Jóa. Það var fínt stöf sko. Kannski þættirnir fabrikuna voru ekkert kannski besta TV en það var svona eins og gott söluplögg. Já, það var gaman fyrir fólk sem er áhuga á hvernig þú startar að business. Mér finnst það eldast alveg sæmilega sko, þú veist. En með það að við vorum að horfa svolítið á að gera svona fyndna klánþætti, þá var nú kannski það náði kannski ekki alveg. En nú er ég að fara út að borða í kvölda punk og það er dýrt. Getur þið mögulega að lána með pening fyrir það eða? Egil er mjög sko, hann er, ég veit ekki hvað hann er búin að spyrja oft í blöðkastinu hvað þú sett búin að hlæja mikið sem þú seldir allt og hann sagði bara í síðasta þættu og verið búin að vera fullur síðan og þetta er vangið, þú ætti bara að fara að heyra þessi í hann. Gæði átti 50 veitingastæði, það seldi í 45. Ég sé gæði hlæja svona mikið á æðinu. Hann er með derhú og hann er skellir hlæjan. Það er sjálfsagt mál að lána þér og bara, jú, sendum við SMS en samt sko samt gerist ekkit fyrir en sko núna er bara eitthvað samkynnseftirlit að þú veist, eitthvað að hugsa Er þetta ekki official? Nei, þetta er official, en þetta er ekki orðið það verður ekki fyrir en það er blöðarinn sem er að kaupa þér það er blöðarinn sem og það hefur ekki verið í bíla ennþá það er kaupfélagskafringar, ég átt fyrir niður ekkert í því Nó til þessu króksun það var ágætt að eiga í því mér finnst rosa töff einhvern veginn að þú veist, að vera komin alltaf inn í svolítið í Skagafjörðinn sko. En ég veit að fyrir gegn losaður við áttu trampolíkarinn áfram já, með þeim já, 50% og keilhölli 50% safran og pítan búið Allt annað er farið Já, ólífa með Ás og Emil Akkur opnið það ekki hátinn?
Það opið í hádeginu 4 daga í viku. Ekki föstum? Jú, á föstum. Ég spurði strákur dag, hvernig fyrir ekki einhvern tíma að fyrir okkur pizza og líka fyrir þá sögðu að loka í hátinn, það kjafta þið. Já, það er nýlega búið að opna hluta vikunar í föstum. Við höfum tekið þetta svona hægt og rólega og svona liftið þess að Ég var með Jóa í London daginn og hann var heldur góður en svo á 3. degi var hann dálítið erfiður. Getur hann ekki drukkið eins og við? Jó, en hann var hann grætur þegar hann búin að drekka svona 3 daga í röð bara tilfinninga vera og allt svo þess og sagður mér eitt sem að ég búin að hugsa alltaf til síðan þú saknar svo vetragarðins í Smáralindinni. Já, eins og hann var sko. Hvað var það við vetragarðin sem Þannig ég bara upplifa mjög sterkar tilfinningar og mikla fræð á skamum tíma tengið það við svona kannski hilki sem ég var í sem var vetragarðurinn sko. Ég beitni það alltaf mædóli. Já, þá, ég var mjög töff þá það var alveg svona bara sópaðist að okkur fólk og þetta endaði shit show sko. Já, sérstaklega eftir að ég redefinaði mig með þinn hjálp shit show ég grínast, ég fekk bara endun í að umboð það var bara fullt af krökkum Sóli mín í Vestló og hún fær stundu spurning er sítjó pappiðin? Það sko hugmyndir En að þú ert hérna, Jói, þá ætlum ég að nýta og náttúrulega jólapítsan, ég á eftir að smakka hana hérna, ég þarf að fá mér Blöður alltaf í megrun, hann smakkar hann á potið ekki Það var að geta hann illa góð sko Ég er bara að henda þeim í topp 3 og ég ætla bara að hafa Má ég vera með það? Já, þið eru allir Thank you sir Og ég ætla að byrja á Fölum bara þessa leið, ég byrja á þér topp 3 svölust Íslendingarnir Hvað kemur hjá þér? Það fari Jói smá tíma til að hugsa þetta Er lagið þínum vegna Ef ég læna þessu upp ekki ykkur ákveðni röð Ég nenni ekki að fá SMS-u eftir Hvað settur þið þennan þú og mig? Þetta er ekki til röð, þetta er bara basically út að nefna þér á Það var alltaf strax að segja sjálf Rúrik er að sjálfsögðu hann inni sem er mest sexy Íslendingurinn og Björn Linur, leikari sem er nú low-keyrit á Ítalíu, fluttur og Valdi Björn Þessi 3 svona Valdarinn? Já, það er málið allir þessi gæðar hafa svona alveg presence og sexy gæðar Mega þetta vera kviðmáður ykkar eða færi það í taugarnar ykkur væri ég að pyrja ykkur þá Nei, Nei, bara mér er alveg saman Hvað eru hjá þér? Er ég með Little Curly Það er alveg kongur sko og það er bara kongur Það er toppmaður Chris A. Cox Geggjaður og Brodís Ítla Svalur og hann að vinna í var ég með að kaupa skýrta á honum í Kultúrinn daginn Svo er ég með Jón Ásgeir Já Enginn af þessum mönnum með Jón Ásgeir gamla yfirmann okkar Já Johnny Og veistu hvað hann gerir stundum Hann sendur mig kannski e-mail og það var allt í subject Kláraðu þetta og farðu svo þanga og gera þetta og bara í subject Svo eittir á maili bara fuck, hvað er þetta? Ítir á þetta Ekki fyrir nýja Mjög töff Ég var aldrei, mér langar svo að fara að senda svona e-mail sko Kláraðu þetta núna, bless Og einu sinni átti ég að redda fyrir hann með á UFC og ég sagði bara, herðu, Íslendingur sem var að kaupa UFC, hann er á leiðinni í höllina og bara get ekki tekið vel á mótunum þá sagði bara, herðu, við gerum þetta flott Deina tekur á mótunum og hann er með sæti á Deina það var þegar Gunni var fyrst í O2 höllinni Jónaski sendi bara einhverja 15 ára krakka þarna á keppna og ég held að þau endur með að sitja hjá Deina þarna á fæðskvöldin hann var ekki séð sér helvita að netti því sjálfur það voru einhverju bara 12 ára þarna hliðin á Deina White Elg Svalur Það byrjaði þetta subject concept Þetta er klassíst Svo kem ég út í bíl og hugsa bara fuck, ég glemt Já, það er alltaf þannig Hvað poppar í hugan? Já, ég náttúrulega, mér finnst ég held að Björgun Halldórsson stingur upp kollinu mjög sterkt vegna þess að hann er einhvern veginn bara svo witty og hann á svo stórt legacy Já og Þeir eru myndið að vera í tökum með honum á morgun Það er toppmaður Thanks grandpa Geggjaður, já Thanks grandpa Ég einhvern veginn, ég dætt svolítið inn tónlistamein þarna, að þú veist og svona ég get eiginlega ekki horft frá með Daniel Ágúst Sammála því Því að það er eitthvað hann hefur eitthvað svona, það er eitthvað prins element í honum Hann er feminin á sinn hátt oft í hreyfingum, dansi Hann kemst upp með hreyfingar sem engin annar kemst upp með Já, en er á sama tíma einhvern veginn alveg úbersvalur og alveg svona, þú veist, það er enginn sem challengear það, Þannig að það er eitthvað það Björki Halldórs og Daniel Ágúst Já, þeir eru konur þarna Já, maður
þú getur alltaf ekki setja einn af hennu bestu mönnum, Rúrik Gíslason hann það að lista minn sko Hann stendur mér aðeins á nærið Já Þú veist, það eitthvað hérna segja Mási sem svalasti maður Það væri landsins skrítið Já, það væri svolítið sérstakt sko Þannig að þú ert alltaf í tónlistamann nr. 3 aftur Nei, þetta ég pínu blank og Tveir, það er bara allt í læg Garðar í Ölgerinni Hann mátt hugsa þetta með blöð fyrir næsta Garðar í Ölgerinni Já, hann er rosa Hann er á ungu toppmaður. kynnslóðinni Hann er ekkit eðlilega hugulegur sko Hann er mjög hugulegur sko Já, hann er helviti hugulegur sko Þú veist, hann er svona gaur sem með það fallegt andlit að það skiptir einhver mánuð þó að sé ekki í toppformi Það er öllum sama Algjörlega Ég ætla að fara næst í bestu lýsendur landsins. Það er HM í gangi, við erum með Hjöppa, Dokkin hérna. Við ætla að byrja þér aftur Egill. Hver eru 3 bestu lýsendur landsins? Hendur beint pressan yfir á skera. Já. Sko, það sem ég leita eftir sem að ég er svolítið svona almennu gómur því ég er inn í stofu að ég fíla það að gæja lýsa með passion. Skilju, ég er ekki að leita eftir einhverju tölfræða upplýsingum eða eitthvað svona, ég vil bara gæja sem mýgur í sig þegar annar liði skorar og bara missi röddina og alveg kolgeður og þannig að hjá mér er þetta 3 í einhver ákveðinni röð ég myndi segja Gummi Ben Rikki G og Hötti Mag. Ok, Hjöppi. Þetta er nú bara svipað eins og ég myndi spyrja þig hvað er upp á spatnið þitt og þú ert bara einhvern veginn Það er dagar með það. Nei, ég er að meina sko, þú veist, þetta er svona hvort er það Teddy eða Darmian Darmian Matteo bara hvort velur Já, ég get sagt þér á leiðinu heim frá Flórida þá var það Teddy Það er létt svar Sko, þegar ég heyri þetta núna þá náttúrulega hugsaði strax Gumma Ben og Höttamag Ok Gumma Ben væri alveg sama hvort ég myndi setja í fyrsta, annað, þriða setið því að hann er ekki maður sem byrjar sig við neinu þannig ég set hann nummer 3 set Gumma Ben nummer 2 og ég set síðan Kristján Einar og Braga Þórðarsen sjá formúlun á Íslandi bestu broadcaster á Íslandi by a country mile þeir eru bara ótrúleir þannig að þeir eru nummer 1 Það er nummer 1, hvað segir Jói? Mjög vel gert sko, ég bara sko, mér finnst menn gleyma gaupanum og valtaranum, ég er með þá þarna bara í 2 og 3 og svona ég elska alla þessi gæja, Gunnar Áslef og alla bara ég elska pitsi í röddin á valtaranum og mér finnst hann lýsir ekki nógu mikið Þannig valtarinn og Gaupi Já, alltaf nú Gaupi geggjaður Gaupi fann upp að lesa íþróttafrétti hratt í útvarpi fyrir grínast hann segir bara halva setningar og þú skilur hann rosalegur gaur sko Valur á toppin Valsmenn á toppin eftir harða reymu það er aldrei forsketi hann hefur ekki setningar og hann líkur ekki setningar geðveikt að hlusta á þetta á HM núna og maður hugsa bara hvar hefur hann verið allt mitt líf og þú veist, þannig að hann og Gummi eru að mínu mati svolítið svona þú veist, skilur þú, ég set þá bara 2 og þá er ég búin að nefna 4 Ég verð líka að rósa skafringum Gunnar Birgis, mér finnst hann búin að vera geggjaður Já, hann er flottur þú veist, þetta er bara impossible Við hefum ekki að tala upp held ég marga en maður er neittur til að setja top 3 hérna Men þá var það síðasta drengir og Jói kemur inn í þetta þetta átti að vera á ykkur 2 en kannski það ekki gaman að fá setja inn í þetta Já, ég ætla að henda þetta á hverju 3 bestu fyllibittu landsins og þá segir bestu Sko, ég er í lagi því vegna ef ég breytu sig yfir í 3 mestu fyllibittu sem ég þekki Já, svona bestu eða mestu Sko, það er sko, svo mikið til að fyllibittum sko Sko, Mikael Nikolásson er hann strax í top 3 King Mike Það er bara svona fyllibitta gamla skólanum Síðan er það Bángsinn sem allir haffyringar veitum við handilega hvernig tala um þetta Ómar Freyr heitir hann, við ammali hjónum daginn bara svona, þú veist, allir haffyringar vita ok, þetta er fyllibitta og svo er annar haffyringur, hvað er mann með haffyringa og er fyllibitta? Örvar Þór Guðmundsson, hann er kallað Dauðinn Bólinn það er bara einhver ásvarað fyllibitta okkar Íslendingar sko. Þannig að þetta er svona þessi 3 sem poppuð upp að mér í fljótu bræði sko. Margir sem þau getur komið til greina sko. Sko, fyrsti maður á listi á mér var Auðun Blöndal bara því að það er bara guður sem elskar sitt brennivín bara ég þekki enga sem elskar jafn mikið bara, og hann passar að allir sér að drekka og ef þú ert ekki að drekka maður bara sé, fokkit ég er fullur annars verður en fílu sko það er bara, ég ætla líka að setja Jónas Ásbjörnsson hann inn því að ég kynnist honum upprunalega sem kynveru það er frábært en svo fekk ég að kynnast drikkjumannum og meðist að á marganátt svona drikkjumæður sem maður maður ber virðingu fyrir það ekki? Það er fallega sagt Var eftir hann seldi sig út daginn og hann var eitthvað í ágætisskapi Var það pre eða eftir þá sögulegu
Orðum það þannig að hann var í ágætisskapi. Hefur ekki bara orðað það þannig? Hvað er þriðja? Þriðji heitir með maður sem heitir Hrafnkell Freyr Ágússon. Veitu þetta sem Keli? Besti málar landsins. Hann dettur í það og það er alltaf vesen svona 6 daga eftir það. Það er bara einhvern veginn lögreglan, alls konar vesen, hótanur allan bæ og ég einhvern veginn fyrir utan Hamraborgin einhvern veginn alveg klár í allt í Stáltáni og bara og er alltaf með gengið mitt með mér einhvern veginn, bara allir einhvern veginn dreifum okkur aðeins tilbúnir, þannig að þetta er svona 3. Jói? Já, bara svona farsalar fyllibittur, lausar við almennt samviskubit og svona virðast geta haldið sínu áfengi nokkuð vel og drukkið mjög mikið. Þú veist, ég nefni til sögunar stólpaðvinn með Adda Gísla og Kaldabar sem að heldur stuðinu gangandi hvar sem hann er, hvenær sem er, hérlendis og ælendis. Sverrir Þór Sverrisson væri náttúrulega að vera þarna. Keith Richardson okkar. Sveppi, það er fyrstur á blað. Já, það getur eiginlega enginn gleymt honum. Já, þú segir nokkuð. Hver væri þarna í 3. sæti? Já, þetta er krefjandi. Það er margir sem komið til greina, sko. Já, þetta er krefjandi, sko. Svona menn sem að einhvern veginn, sko, þeim fer þetta vel, þeir drekka mikið og lengi. Og funkar það samt vel, eru kannski grænjandi á bakveðingst og maður veit ekki það, sko. Nei. Ég flýgur í hug Jón Viðar Stefánsson, vinnu minn, gamall sprúttsali, einstaklega farsælt og bara svona góð fyllibita. Heldur sínum skít saman heima fyrir og allt í topp lægi, sko. Þetta er komið. Það er þetta komið við, sko Hjöppi, ég ætla að tróða inn lægin yfir áður fyrir mjölusingar. Lionheart. Já, þetta er óskalag fyrir Hjöppa og nýja pítsan, hvað heitir hún? Jólapítsan? Já, ekkert öðruvísi, sko. Þetta er ekki flókið, jólapítsa, shaken pizza. Kíkið á shaken pizza í kvöld og tekkið á nýju jólapítsinu, það er planið. Hárið, það er Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem fær ykkur F95 blöð á þessum föstudegi. Egill að hleypa Sítjó út úr húsi. Við setjum þetta við Hjöppi og ég er að spá ég að henda ykkur í Hjöppi hvor ykkar núna, sem er liður sem er nú oftast í blöðkastunum. Og talandi blöðkasti, þá minni ég á litlu jólin sem verða 22. desember. Ef þú ert áskrifandi að blöðkastinu þá getur unnið pakka. Við ætlum að opna 50 pakka. Þetta verður fleiri, held ég. Þetta verður lágmark 50 pakkar. Já, ef það er ykkur fyrirtæki sem vilja taka þátt og gefa pakka, þá sendi bara tölvupóst á tal@tal.is. Við ætlum að svona trýta áskrifundur. En eru tilbúinir í hvor ykkar? Já, ok, þið þurfum bara að vera eftir að sama og í blöðkastinu, kannski er þið sammála, kannski ekki. Og ég ætla að þið þurfum svona bara að komast að þessu í sammenningu. Hvor ykkar er frekari, drengir? Egill. Ok, Egill kom alltaf. Helviti var hann snöggur að svara. Já, hann var ekki. Ég held að sé nú alveg. Já, veist. Tekur undir það, Egill? Mertu frekari en Hjörvar? Já, veist. Hann er ekkit way off aðna, sko. Nei. En ég er orðið þægilegri, hverju ára verið þægilegri. Ég töðið búið minkar og slímar, sko. Undarfarið. Veistu, ef Hjöppi byggði með eitthvað dag, ég get mikið með eitthvað vesen, sko. Nei, en hann er frekari. Hann ákvæmt mæti ég ekki og, veist, ég kvitt undir það. Ok, Egill er frekari en Hjörvar. Hvor ykkar er hraustari? Það er Egill. Það er Egill. Sko, í dag, já. Það er á dagsformunu, sko. Og líka eftir hvað það tala því að, veist. Ok, en myndi breyta sig í ef þetta væri The Octagon. Hvor ykkar myndi vinna í slag? Sko, Egill myndi að hafa mig í slag í dag. Í sko einhver hring. En ef þetta væri hérna út á götu, ekki break. Því að þá fer ég upp á bíla og svona ringsparka og ég með alls konar tricks þar. Þú veist. Ef það er allt leift þá á hann ekki sens. Nei, út á götu með stop signs og bíla og allan pakkan, ekki break. Inside the Octagon, þá múti hann gerða mig. Sammála þessu? Ég held lendar sko þetta er líka rétt metið hjá hann. Ég fýtt, einhvern veginn ef við erum báðið með eitthvað hjálm og eitthvað bóksanska og eitthvað, ok. En þegar þú komið með eitthvað bara eitthvað pub, þá er ég í vesinu, sko. Þá fæ ég alltaf glas í hausinu og eitthvað. Þannig að því miður, ég held þessi rétt. Þú veist svona eins og Sveppi, Hjöppi. Ef það var allt leifilegt þá ekki break, við hann meina. Og ég detti brjálaði skast og eitthvað. Já, ég spurði ekkert með Sveppa í blöðkastinu. Þá spurði Sveppi, má allt? Ég bara, hvað meinar má allt? Má ég býta og klóra og þá vildi hann meina að það ætti engin sjens í hann í slagsmálum ef það mætti. Síðasta, hvor ykkar er rómantískari? Það er Hjöppi. Já, hann er nefnilega ótrúlegur í því, sko. Erstu romantískur, Hjörvar?
Hvað er þetta að spyrja með að veist það? Sko, þetta myndi að vera mynd því að nextli svipurinn á höfðana þetta skilaði sér ekki í the radio. Það er ekki eitthvað sem ég er búin að auðvitað ákveðlega held ég. Ég held að ég sé svona 99% að þetta sé kaldaðin í þér, eða ekki? Nei. Ertu rómantískur maður? Rómantískur. Nú, ok, hvernig þá? Gefðu mér eitthvað dæmi. Hvað á ég þá að segja, já, ég kem alltaf með blóm alla þriðjudaga? Nei, alls það er ekki rómantík. Hvað gerir þið rómantískar? Er ekki litlu hlutinir? Er það litlu hlutinir? Ég myndi aldrei, þetta er ekki endilega að mæta með eitthvað blómund heim og setja inn eitthvað vasa. En þú ert að skána í frekjunni, ert að skána í rómantíkinni, Egil? Sko, ég er að skána í frekjunni, það er alveg klárlega, hverju mánuðinum. En rómantík? Þar er room for improvement Okay. Og maður þarf að horfa svolítið á hlutin eins og þeir eru, sko. Já, við ljúum ekki að hlustundu. Þannig ég gæti bætt með þar en Hjöppi er geggjað þar, sko. Já, ég held að þetta sé að koma mörgum sem er að hlusta óvart. Já, kannski gera það en, og mér. Já, ég eins og sé, ég gefi bara sko ástinni tíma. Já. Og það er bara skiptið með máli, ég forgansæði lífinu. Já. Og sumt gefið meiri tíma en annað. Já. Og romantíkin er klárlega eitthvað sem ég er alltaf til í að en þetta samt fyrir rosalega og skjön við það sem þú varst að segja á hann hvar sem þú varst með konunni þá þarf hún að fara eina að labba upp á fjalla því að þú ert að voru enska boltan í nýju póstmáminni sko. Því að ég hef áhuga á því en það er þá segja ekki mikið romantík. Nei, þá segir ég það herðu, nú ætla ég að vinna svo eftir klukkan 7 I'm all yours og þá bara eitthvað svona ég ætla að láta renni í heitabóttin meðan leikurinn er í gangi, það tekur 2 tíma það var allt tilbúið svo törnum svo saman bara þannig Við vorum sammála flest þarna. Já, það var fljóta agrið. Þú ert frekari, þú ert hraustari en Hjöppi romantískari. Já, ég held bara allt hárið. Það er eitthvað sem segir mér samt þetta hefur verið jættiblaðan í restina hjá okkur en með romantíkina? Já, glimtu hugmyndinni. Já, ok, nú veit ekki eins og hvort þetta grínast. Ég er að segja við, glimtu hugmyndinni. Já, ok, sorry, ég vissi ekki að vera svona romantísku. Það er fallegt og gott að heyra. Þú varst ekki gammal það. FM 95 Blu í samstarfi við Dine Out og Loop Jalapeno Lime Merch. Rétt, það eru Dine Out og Loop sem færi ykkur FM 95 Blu en já, drengir, það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í dag. Hjöppi, ég þakka þér kærlega fyrir komuna. Já, takk fyrir það. Veistla að hafa þig eins og alltaf. 2022 var það búið. Já, það er lítið eftir að því. Við erum að fá hann einu svona ári sem við með segja aðeins og lítið. Það er algjört lágmark. Sko, ég var að renna yfir portfóljóð og maður er svolítið 25% niður á þessu ári. Hvað segir þau? Bara Egill er 25% niður á þessu ári. Sjálfur er maður það líka. Já, það er bara svo, þetta er búið lélt ár. Er Blöðurinn eini maður sem er grætna á þessu ári? Græt, hvernig þá? Bara þú er búin að græða meiri pening í, þú veist, frá janúar. Ég er ekki, ég er svo lítið í svona hlutabreiða rugli, sko. Nei, en þú veist, þú fegst stóran payday í maí. Hann er velu. Ertu grætni á? Mjög langt frá þessu payday sem þú talaður um hérna á hann. En svona ángríns. Ég ekki staðfest að hann er grætni. Hann er in the green. Þú veist, þegar Blöð var alltaf í flegi fyrir pókernum, þá hann eini gæðin sem ég þekkti, hann var bara með vanda Excel-skjál sem hann setti inn og hann ég sagði eins og það, hvað er þetta alltaf í póker? Hann segi, hvernig gengur? Fínt, ég er allavega in the green. Nei, ég er eitt af þeim sem líka ekki þegar að kemur að gambli, sko. Málega með Blöð, hann getur bettað í kasinu og svona, og þú veist, og sett hábett þar, en það kemur á lífinu þá er hann defensive. Þannig að hann spilar þetta svolítið skynsalega, sko. Þú ert að fara á jólahlaðborð, ég ætla að þú væri, sko, þú ert svo fínn þetta Hjöppi, þú ert ekki að fara á jólahlaðborð. Þú ert að romantíski maðurinn að fara á þetta er romantíkin í honum. Ef hann var ekki romantískur, þá myndi að segja við frúna, hörðu, ég er að fara að hitta gömlu félagarnir úr MK. Við erum að fá okkur í glas hérna félagarnir. En hann sagði okkur að hoppa í raskatið okkur. Og er að fara því að konan einhver fiskir ástæða. Nei, ég sá að hérna það voru 7 ár síðan ég sendi henni fyrstu skilabóðin og við förum alltaf að fagna því. Það er alltaf þessi dagur, fyrsti dagur í desember. Þá kom fyrstu skilabóðin. Þá kom fyrstu skilabóðin og ég var alveg bara þú veist hvað við erum að gera fyrsta einn. Hún bara eitthvað, nei, hvað við erum að gera neitt. Fyrstu skilabóðin. Fyrstu skilabóðin. Og við erum að fara að fagna þeim. Svo er þetta veisla morgun, ég er að koma heim til þín annað kvöld. Hlakka til. Ég var að fá boð í þá veislu. Mögulega, þú veist, næja smíða að mæta sem var alveg veistlega, þetta er púp og setjó og gott fólk, sko. Það sé hann mögulega sunnudaginn til að sæna minn og taka þátt í póker móti fróðan hans. Já, ég held ég sé að mæta það líka. Hann og BB King er að streyma og þannig að ég ætla að taka þátt og tapa pening þar og eitthvað. Ég er búin að tapa mikið á HM. Það er erfitt að betta á HM. Allir leikir, besti gamlar í heimi get ekki rakaðin pening á HM. Nei,
Það er mikið óvænt úrslitum. Þannig að ég get farið og rakað inn hann hjá Er ekki Asia Ókomandi stóri Fróðars. sigurinn í þessu? Svei með þá. Þeir eru náttúrulega með Japan vann sinn riðil, Kórea fór áfram núna, Ég er samt svona Sátarnir að gera flotta hluti. Það hefði ekki verið skemmtilegra að sjá Úrugvæði fara áfram. Það hefði ekki orðið Brasilía Úrugvæði. Jú, Það hefði verið geggjaður leikur sko. Brasilia, Suður Kórea. Það er ekki alveg jafn spennandi. En Brasil byrðist klára þetta. Ef bæði Mushroom og Hjöpi segja Brasil loki, Já. þá er það helviti líklegt. Hvað ert þú búin að fara til margra Asjulanda? Við erum nokkur, náttúrulega tókum asíska drauminn. Það voru að flakka hann á milli sko. Tók Þú hefur alltaf verið aðeins í Tælandi eitthvað. Já, við vorum að taka upp aðeina skipti sem ég kom til Thailand, það voru að taka upp. En það er komið að lokum. Takk fyrir hlustunina. Við verðum með fullan bát næsta föstudag. Steindi komið heim frá Berlín og hann er með okkur í blöðkastunum líka á þriðjudaginn. Og ég ætla að enda þetta á, hann er kannski stattur í Berlín í einhver rugli. Ég veit hann er að fá sér og þannig að þetta verður tekið í Sjallanum 17. desember, miðasala á tix.is. Egill Menendis í besta lag allra tíma. Þetta er Jammy Það er kvöld. bara mitt faglega mat. Og ef þið hlustu á þetta lag og þetta er ekki gírinn fyrir alvöru jólaballi á Akureyri, það var eitthvað að